Já, velkomin að Rauða borðinu. Það bæði margt og mikið á dagskrá í kvöld. Í lok þáttarins þá heyri ég í Gunnlaugi Guðjónssyni sem á Egilsstöðum, starfsmaður Skógræktarinnar. Ég hef hann grunaður að ætla að andmanna ýmsu sem að Jón Gunnar Ottosson sagði hérna í samtali við okkur daginn að skógrækt gagnaðist ekki í að glíma við loftslagsvána að bindingin sem ætti að verða, kolefnabindingin í skógrækt væri stórlega ofmetin og hún væri eiginlega öfug og neikvæð lengi framan af heyrum í Gunnlaugi í lok þáttarins. Kennsla í skólum var umfjöllunarefni á ráðstefnu Sagnfræðingafélagsins í vikunni og þær koma hingað Auður Þóra Björgólfsdóttir sem formaður félags sögukennara í framhaldsskólum og Súsanna Margrét Gestsdóttir sem lektor á menntavísindasviði. Ég ætla að ræða við þær sögukennslu sem miklu minni núna heldur en var áður, bæði í grunnskóla og framhaldsskóla og kemur kannski mörgum á óvart að við séum að tapa söguskilningnum okkar. Við höldum áfram að fjalla efnahagsástandið, verðbólguna og aðgerðir stjórnvalda. Ég hringi í Ólaf Margeirsson sem úti í Sviss og ég býst að hann komi með frjótt sjónarhorn á vandamálið og kannski annað heldur en aðrir hafa komið með. Ég reikna með að hann ekki mikla áherslu á húsnæðismálin. En við ætlum líka að breyta upp á svona nýjung hérna við Rauðaborðið að við ætlum að horfa á Kastljós gærkvöldsins. Svona í bútum og alls ekki allt í einu og ætla að fá Ásgeir Brynjar Torfason til að sitja hérna með mér á meðan við metum það sem að Bjarni Benediktsson sagði í gær og hvort að það hafi allt saman verið rétt eða hvort að hann sé að snúa pínlítið upp á frásögnina og skauta yfir það sem hann hefði átt að segja. Þetta svona, já kannski sé þetta á YouTube að þá oft svona fólk að horfa á Eurovision-lög og segja álit sitt á þessu. Við ætlum að sitja hérna og horfa á viðtal við Bjarna Benediktsson og segja álit okkar á því. Ein af líklega stærstu fréttum vikunar var það að það að koma í ljós að líklega voru miklu fleiri sem að létust af völdum COVID í fyrra heldur en var talið. Og það ekki verið að tala það að fólk hafi verið með COVID þegar dó, heldur hafi dáið út af COVID. Svona samanburður á dauðsföllum bendi til þess að það eru toppar af óútskýrðum dauðsföllum sem eru umfram það sem vanalegt og telja má eðlilegt, leggst á sömu mánuðin á það sem að COVID var að geysa og margir voru að deyja úr COVID. Haukur Már Helgason rithöfundur, hann hefur alveg frá upphafi COVID verið svona að vara við COVID og vara við því að verið dregið úr sóttvarnar aðgerðum og öðru slíku. Ég ætla að fá hann hérna til þess að ræða við mig þessa staðreynd og hvað hvort að COVID sé kannski grimmari andstæðingur heldur en að margir vilja halda. Svo það ein af manneskjum vikunar sem Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún ætlar að koma hérna. Þeir eru búin að fara yfir fréttayfirlitið og fara svona yfir stöðuna, hver var árangurinn af aðgerðum Eflingar, hvað ávannst og hvað ekki. Sólveig fer í uppgjör hér rétt á eftir. En við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins. Ég nú búin að getum nokkra fréttir hérna í þessu. Það verður mikið fjallað fréttir dagsins röfulega hérna á eftir. Já. En hvað? Það kannski fyrsta frétt að Ingibjörg Sólrún gagnrýnir harðlega í rauninni þjóðaröryggisstefnuna. Já, eins og fleiri, Baldur prófessor var að því. Já, einmitt. Hvað vandamál? Þetta svona eins og margt í stefnu þetta ríkisstjórn og svona svolítið móð og ekki neitt? Já, Ingibjörgu Sólrúnu finnst þetta vera heldur almennt orðaðar svona viljayfirlýsingar bara. Já. Þetta sé ekki næstu því nægilega svona ekki tengslu við breytta heimsmynd og önnur og þjóðaröryggisstefnu annarra þjóða í kringum okkur. Já, Baldur var á svipuðum tón. Já, Baldur búin að tala á svipuðum nótum svolítið tíma. En ekki bara vandamálum með þessa ríkisstjórn, hún getur aldrei komið inn einu saman nema svona einhverju móðsuðu? Jú, það ekki einmitt, þau hafa nú sjálf sagt að það sé kannski
gallin við það að þau séu svona á breiðum grunni og eitthvað svona. Þessi gallin? Já. Það komið sér ekki saman um neitt? Það komið sér ekki saman um neitt. Ok. Þannig að ég veit það ekki. Hvað er með vera? Þetta allavega svona í þessu máli. Já. Það kom... En gott er gaman að hafa svona fyrirvændi stjórnmálamenn sem að skammast í... Já, það er fínt að þeir tjái sig. Þau fái skipti til þeim sem að Jóhanna Sigurðardóttir tjái sig. Það er alltaf lítið. Það er alltaf lítið, en það er alltaf hræsandi þegar hún gerir það. Það er svona vegur svolítið þungt oft. Ég hef svolítið spurt hvort hún vilja koma hinga, hún vill það ekki. Hún vill það ekki? Ekki hinga, ég held hún bara vilji ekki vera í umræðinni. Nei, í umræðinni. Nei, einmitt. Þetta er ekki mjög sjaldan sem að heyrist inn Já, einmitt. Heyrðu, en það var að koma ný Gallup könnun og fylgi flokka sem að er nú bara seimold var þetta að segja, þetta er eiginlega búið að vera óbreytt staða síðan í desember, desember, janúar og februar núna hjá Gallup sýnir eiginlega sömu stöðu, við erum með graf ef við getum kastaði hérna upp sem að sýnir hérna stærð flokkana og þar sést að þetta er bara beint af vefnum. Þetta eru flokkandir, þarna sést að Samfylkingin er svona ívið stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn sem er ábyggilega rosa, ég held að Samfylkingin fagnar, ég held að það sé ekki fagnar hérna í nágrannum okkar í Valhöll. Nei, ég held að það sé nú ekki mikið fagnar þar. Nei. Herðu, það sem að breytingin er að ef við tökum bara ferðalag kjósenda að þá hafa 6,5% kjósenda yfirgefið Framsókn, 5,8% farið frá VG, 1,9% farið frá Sjálfstæðisflokknum og 3,5% farið frá Flokki fólksins. Og þetta hefur komið eiginlega meginþorinn að þessu bara til Samfylkingarins, 1,1. Þetta er ekki alveg svona, það getur eitthvað farið á milli og farið, þannig að þetta er nett og hreyfingin. Og í þingmanna, ég sá að þeir voru deilu þingmönnum á RÚV og Sjálfstæðisflokkurinn er með 5% og þeir sem fengið 1 þingmann sem að minnst vera skrítin af því að ef þú færð 5% þá ertu er deilt út. Ef þú færð 5% þá færðu uppbóta þingmenn og það þýðir eiginlega 3 þingmenn. Stundum er það gert til dæmis ef að miðflokkurinn væri með 4,5%. Það gæti einhver sagt að miða við hvernig atkvæðin dreifðust í síðustu kosningum að þá er líklegt að miðflokkurinn myndi ná kjördæmakjördum manni í norðaustri og þess vegna ætti hann að vera með 1 þingmann. En ég fætti ekki á hverju þið láta svo þetta bara fá 1 þingmann fyrir 5. Nei, þetta er svolítið undarlegt. Hjá mér í mínu útreikningu sem er alltaf rétt þar er Sjálfstæðisflokkurinn með 14 þingmenn, tapar 3, Framsókn með 7, tapar 6. Það er rosalegt. Og VG er með 4 og tapar 4. Þannig að ríkisstjórnin er með 25 þingmenn fyrir 40% atkvæða. Þau voru með 54,3% í kosningum. Þannig að þeir var tapað meira en 20% af fólkinu, þau bara farið eitthvað annað og meira en það, 20 eitthvað. Það sem að ég held að vera í maskinu sem samanlagt fylgi flokkana fór niður fyrir 40. Ég held að ekki gerst áður í Gallup. En ef við sjáum núna, það er líka spurt að traust í ríkisstjórnarinnar sem er þá annað graf sem sýnir línuritt. Ef við sjáum það, þetta er stuðningu við ríkisstjórnina. Og þarna er RÚV búin að setja inn hvernig þegar COVID kemur og lyftir í upp áður. Það kom nú ágætlega í samtali mínu við Evu Önnudóttur fyrir í vikunni að hvernig COVID lyfti upp stuðningi við ríkisstjórnina og þau hafa skorið þarna inn útboð Íslandsbanka. Þannig að þegar við vorum niður á Austurvelli að mótmanna að það hafi raunverulega verið að fella ríkisstjórnina. En ef þú horfir svo til endana þá sérðu að það er að falla þarna enn frekar núna. Nú er eftir að sjá komið ljós hvort það haldi áfram. En þetta er neðst, ríkisstjórnin hefur ekki farið neðar en þetta. Þetta er að versta sem að Katrín Jakobsdóttir hefur séð og sínum stjórnmálaferli. Þetta eru
tæplega 42%, það sem hún hefur farið neðst áður eru 44%. Já. Það er stuttu eftir Íslandsbankann og svo einhver tíman á fyrra kjörtímabilinu. Já. Þetta nú... Sérðu hvað mánuði það er? Nei, ég get séð það sko, þú vilt. Nei. Ég sko ekki tegja við það. En ríkisstjórnin er þetta að missa... það er ekki stemming fyrir þess að ríkisstjórnin. Bara botnin er að detta úr þessu hjá þeim alveg. Og maður heyri það alls þar. Já. Ég er engan svona glaða með þess að ríkisstjórn. Nei. Sjálfstæðismenn dauðleiðist að vera með VFG í ríkisstjórn. Já, þau eru ekkert glöð með hvort annað heldur sko. Nei, Framsókn er einhvern veginn ekki í stuði. Nei. Þú veist, það er miklu meira gaman að vera í uppsveiflu. Já. Það er hundleiðilegt að vera falla niður og þegar stemmingin var bara að við varum góði að vinna kosningar og svo mælist þetta svona þá er erfitt að hafa stemming eitthvað. Já. Það því að Framsókn er kannski ekki að stendur ekki fyrir neitt sérstakt sko. Nei, ég held að ég sé ekkert að tala illa þá með því að segja það er helst svona maður sér það bara eins og hvernig þeir voru með slógóið í kostningabartunum síðan er ekki bara best að kjósa Framsókn það minna þeir stóðu ekkert fyrir neitt sérstakt. Nei, það er svolítið Ásmundur Einar fólki finnst hann standa fyrir ykkur já. Það er ekki gaman þar og ég held að sé heldur ekkert gaman í VFG, það er náttúrulega ef það er ykkur grasrót þannig eftir þá eru allir að verða þeir lækka ekki milli mánaða VFG, þeir eru í 6,8%. Sósíalistar í 5%, endanum verður þetta jafnstóri flokkar og svo fyrir annar fram úr hinnum. Við veitum alveg hvað flokk það er. Nei, þetta er en það er svolítið athyglisvert líka, Gallup var líka að mæla sko umhverfiskvíða eða áhyggjur af loftslagsmálum og þar eru Píratarnir hæstir svo sósíalistar og svo Vinstri grænir það eru farnir þeir sem voru með loftslagsmálum að hafa yfirgefið einmitt þannig þetta er nú Herðu, svo er það Gráherinn þeir kæra til mannréttinda dómstóls. Við höfum svolítið fjallað um þetta en ég skal viðurkenna það við höfum helst talað við fólk sem hefur svona skeftíst á þessi málaferli. Kannski við að fjalla um þetta þetta er náttúrulega skerðingin er þannig að það er helst þeir sem eru allra best settir sem að verða fyrir mestu skerðingu og það er nú náttúrulega þessar rauðaborðs að við höfum meiri áhuga á þeim sem að standa illa heldur en þeim sem standa vel. Þannig að við höfum kannski að herða okkur í því að fá meiri áhuga á þessu máli. Já, þetta er náttúrulega skiptið máli. Má ég koma eitt mál? Já, mátt komið mál. Já, það var ég var að lesa Moggan í morgun á mbl.is. Það var rosalega löng frétt það að Aftenposten Insikt sem er mánaðarblað sem Aftenposten gefur út og við sögðum frá á samstöðunni því að Samherji var á forsíðunni síðast og það var svona við fjöllum þetta, svo þetta var ekkert sérstaklega góð grein, það var svona blaðamanna hugrenningar sem að það svona afhverju Íslendinga væri svona spiltir og svona eitthvað veltur fyrir sér þetta hefur verið kallað í gamla daga svona húmuli texti af því að þetta er ekki alveg svona byggt upp á svona einhverjum svona staðrindum og þú veist þannig að þetta er svona hugrenningagrein og herðu það saði náttúrulega engi frá þessu nefna við og heimildin en Moggin í morgun bara allt í sé þessa forsíðu en þá var málið það að Aftenposten er að beðast afsökunar á því að hún hafi ekki verið nógu vel unnin til dæmis með því að hafi ekki verið haft samband við Samherja og eitthvað fleira en það er svolítið athyglisvert samt Já, það er svolítið að því að Moggin allt í eyðir bara 200 dagscentimetrum í því að fjalla þessa grein en það var að því að hún var ekki nógu vel unnin. Nei. Það höfðu að hlusta á rauðaborðinu við eiginlega sögðum þetta. Hún væri ekki alveg... Já, en þetta er alveg fáralega lang grein í Mogganum þetta. Já, en greinin er svona, það er eitthvað Dani að svona... Já. Ég veit ekki, það er stundum svona missa blaðamensi svona ég veit ekki hvað það heitir. Það sem hún verður svona... þú ert meira í því að draga ályktanir heldur en að bara leggja málið einhvern veginn með einhverjum hætti fram sko. Við höfum átt að leggja málið fram og draga ályktanir og ég getur ósammála ályktanir svo þú dregur en það verður að vera eitthvað kjöt akkurat En þetta er samt svolítið spes sko, að þeir biðjist afsökunar allir gera það oft ef að greinin stendst ekki
þann standard sem Aftenposten gerir. Til dæmis að ef þú ert með harðar ávirðingar gagnvart einhverjum, að þá gefur hún færi á að svara. Já. Og það náttúrulega regla sem að gildir svona, ætti að gilda alltaf kannski, en samt það þannig að því sjaldnar sem að fjölmiðli kemur út, því mikilvægir hún. Því að það heilt mánuður þangað til að það getur komið hitt sjónarmið. Ef þú ert kannski með vefmiðl, þar sem að þú getur byrt bara nýjar fréttir bara á sekúndufresti, þá kannski þarf ekki að vera að sitja viðbröð Samherja bara beint inn í greinina. En stóri bróðir í þessu dæmi sem Aftenposten sjálfur, sem mikil dómkirkja í Oslo, gríðalegt veldi sem í kringum útgáfu þessu blaði. Þeir hafa tukta til þetta tímaritt sem þeir eru að gefa út. Já. Herðu, svo önnur frétt að því við vorum nú að tala um barnamálaráðherra hérna áðan. Að hann var að kynna niðurstöðu greinagerð húsnæðisþörf framhaldsskólana og hann vil fara að bæta við verknámsskólana, byggja viðbyggingar og annað, draga úr bóknámi. Draga úr bóknáminu? Já, jú. Það held ég. Það vil ekki bara auka verknám? Nei, ég held að hann vilja líka fækka í bóknámi á móti. Þetta kóta, en maður getur ekki farið í latínu í MR lengur? Já, eitthvað svo les. Fækka í bóknámi 510 nemendur eða 3%. Veiða þá yfir eða ekki? Jú, hann náttúrulega bara að fá sannlega í staðin fyrir að einhverjir fari í bóknáma, þeir fari bara í verknámi í staðin. En þetta ekki, hvað þetta? Það náttúrulega iðnskólinn og tækniskólinn og þetta allt í eigu samtaka atvinnulífsins og samtaka iðnaðarins og svona, geta ekki bara gert þetta sjálfur? Það góð spurning, sko. Hvort þetta ekki bara geta gert þetta sjálfur? En það líka... Það einhver að rannsaka það. Það frá því að þetta var einkavætt. Ég held að hún hafi, Þorgerður Katrín stóð fyrir þessu þegar hún var menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins að gefa samtökum atvinnurekanda iðnskólann. Einmitt. Ég held að þetta rannsakaði hvort að þetta hafi allavega vantar pípar, að það vantar trésmiði, það vantar allt. Já. Nú voru þeir að leggja niður námsbraut í skipasmíðum. Trésmíðum. Já, það var ekki síðasti skipasmíða. Einmitt. Þannig það hörnur. Nefn, já. Ég veit ekki. Kannski þetta út af því að þetta var við ræðum á eftir. Ég ætla að ræða við konur sögukennslu. Já. Ég hef grunum að það sé líka talað að það hafi verið mikið áfall fyrir sögukennslu þegar framhaldsskólinn var styttur úr 4 í 3 eða allur framhaldsskólinn, þú gast alveg klárað framhaldsskólinn á 3 ára en það var allir settir í það. Það var gert út af kröfu samtaka atvinnulífsins. Ég veit ekki hvað þetta lið hvað veit það menntun? Já, það náttúrulega bara ekkert sérfræðingar í menntun myndi maður halda. En þetta náttúrulega, þeir vilja bara flýta sér að fá fólk út á vinnumarkaðin. Manstu þegar að Þorgerður Katrín hætti á þingi, þá fór hún að vinna og þá fór hún að vinna í húsi atvinnulífsins hjá samtökum atvinnulífsins í sérstakri menntunardeild og var meðal annars í þessu að stytta framhaldsskólann og sína einhver svona reynslu að ef við rekum bara menntakerfið eins og við rekum dekkjavestaði, þá náum við miklu betri árangur. Ég held að fólki í menntageranum þolir þetta ekki. Nei. Þessar þunnu kenningar sem að koma þarna úr þessu húsi. En nemendur eru líka bara, mér heyrist alltaf nemendur vera rosalega ósátti við þetta sjálfur, sko. Það þurfa að klára þetta nám á 3 árum. Svakalega, bara látið það mikið á sjá, allt félagslíf. Já, einmitt. Þannig að þetta bara algjört puð fyrir krakkana. Er þetta með eitthvað meira? Við erum eins og stóran þátt framöndan. Já, það bara, við getum sagt frá því að Helga Rakel fær ekki lyf. Já, hún með MS. Nei, hún með MND. MND. Já. Eins og pappina var með, Rapp. Í trommari. Já, og hún hefur ekki frá upphafi, hún verið að reyna alltaf að fá lyf sem að eru reynd erlendis og að gagnast við sjúkdómnum og þetta náttúrulega rosalega hraðverku sjúkdómur líka getur verið það þannig að það sé misjátt hvað fólk fer illa hratt en ég meina hún komin í hjólastól í dag og það ekkert langt síðan að hún veikist og þessi lyf virka en ekki fáanleg á Íslandi og af hverju það? Það bara örugglega, allir þessi ekki bara kostnaður. Aðhald frá fjármálundinu. Já.
það? Já, sko, ég held að einmitt, ég þekki það í sko öðrum lyfjaflokki líka sem svona dýru lyfin, að þeir vilja náttúrulega gera alls konar einhverjar rannsóknir á fólki ofta á Íslandi áður en að það sé tekin inn lyf, en ég veit ekki svo sem ekki nákvæmlega hvort það sama þarna, sko. En það eru bara, læknar eru ekki að sýna henni áhuga, finnst henni, sko. Þannig að við veitum, maður veit ekki almennilega hvað þetta sko. Þetta eru mjög svona flókið mál, sko. Við þurfum eiginlega bara að heyra í henni, sko. Já, það skiptir máli hvort það séu læknandi sem ekki vilja, sko, skrifa upp á þessi lyf, eða hvort það sé að fjármálandi sé að skera niður. Og það er engin læknir núna heldur í sko teiminu, þess að á landsanum MND teiminu, segir hún, sko. Nú, hvað það bara... Það er bara hjúkrunarfólk eitthvað. Hjúkrunarfólk og húsvörðurinn og einhver sem að sér að fylla á sjálfsalana í mötunum. Já, þetta er eitthvað ekki nógu gott, sko. Nei. Finnum út úr þessu. Já. En þá bara snúum okkur að viðtrónum, en fyrst við rauðaborðið er Sólveig Anna Jónsdóttir og við ætlum að gera upp baráttuveturinn með henni eftir augnablik. Já, herðu, það kom komma í kjaradeilu Samtaka atvinnulífsins og Eflingar í gær eða fyrradag, það sem að miðlunartillaga var lögð fram af Ástráði Haraldsinni og deiluaðilar ætla að láta kjósa þetta og ég held að flesti reikni með því að hún verið samþykkt, þannig að það er komið svona ákveðin komma og Sólveig Anna Jónsdóttir, þetta er búið að vera mikil barátta og átök og mikið verið fjallað þetta, ekki bara við rauðaborðið eins og oft er verkefnismál, þetta er bara út allt samfélag. Já. Ég kannski of skamt liðið til þess að segja það sem ég var að hóta alltaf spyrja þið áðanum, að gera þetta upp, hvað ávannst og hvað ávannst ekki. Hvernig, þá get ég spurt eins og Hallur Hallsson spurði Albert Guðmundsson, hvernig líður þér þegar þetta er búið? Mér líður auðvitað bara svona alls konar. Ég ætla ekki að neita því að auðvitað er viss svona léttir sem auðvitað bara felst í því að þurfa ekki lengur að vera að keyra frá 7 á morgnana til 11 á kvöldin 7 daga vikunar inn í aðstæðum sem að stöðugt er einhvern veginn að breytast og eru óvissar og já, svona... Það kom náttúrulega allt upp. Ég man að við töluðum saman þegar það var svona aðeins að fara í gang og það var spurt, gæti þetta gerst og gæti þetta gerst og það gerðist til alltaf því sem að við töldum að gæti ekki gerst. Ég veit það og þess vegna segi ég við samninganefndina og samninganefndina að á þessum nokkrum mánuðum sem að liðnir eru frá því að þetta byrjaði, þá hefur samninganefndin náttúrulega öðlast meiri reynslu í kjarabaráttu og því sem að getur gerst heldur en held ég bara nokkur annar hér á þessu landi. Þau eru bara komin eftir þessa nokkur mánuði með doktorspróf í kjarabaráttu og það verður auðvitað aldrei af okkur tekið. Þannig að já, ég meina það bókstaflega hefur einhvern veginn allt gerst sem að hefði geta gerst og nú erum við þá komin á þennan
punkt sem þú kallar kommu. Þú ættir að hitta Halldór og félaga bara í haust. Já, við skulum nú aðeins lega mér að þurfa ekki að fara að hugsa strax það, smá pása. Ég þarf að hitta til dæmis opinberu laungreiðendurna áður en að það gerist. En já, við erum ennþá svona núna kannski að tala þetta og við getum aðeins kannski spjalla það líka. Þessi miðlunartillaga framkomin, atkvæðagreiðsla hana hefst á morgun og lýkur á miðvikudaginn. Við í samninganefndinu og ég sem formaður, við þetta bara kynnum hana. Það félagsfólks að taka ákvörðun. Við erum núna að leggja loka hönd á kjörskrána, hinna marg umfjölluðu. Hún var náttúrulega ekki til, það þarf að útbúa hana og það alveg vandvirknislegt verk. Þetta náttúrulega gríðastór hópur af fólki. Þannig henni verður skilað núna innan skams og svo bara auðvitað kemur í ljós hvað félagsfólk vill gera, en eins og líka hefur verið marg umrætt hér og annar staðar, þá auðvitað þessi þröskuldur, þessi 25% þáttöku þröskuldur með þessari fáránlega innbyggðu ólýðræðislegu niðurstöðu einhvern veginn. Það hversu geigvænlega hátt hlutfall þarf að fella, þannig að ég tel ef ég horfi bara svona á kosningaþáttöku í félaginu, sama í hverju sem þá tel ég ólíklegt að hún sérstaklega verði fellt. Sérstaklega þessum að fórustan ætlar ekki að mæla gegn þessu. Það engin hvati til að mæta til þess að fella þetta. Nei, það auðvitað rétt. Við mælum ekki gegn þessu. Við féllumst á að þetta væri löglega framkomin miðlunartillaga sem hún sannarlega Það höfðu þarna loksins, eins ótrúlegt og það virðist, farið fram eitthvað sem að kalla mætti viðræður, þó að þær auðvitað endust stutt og samtökin hefðu siglt þeim eins fljótt og þau gátu í strand. Það var þarna sáttasemjari sem að reyndi að láta viðræðnar eiga sér stað og þær gerðu það einhverju leyti og hann mata svo að ekki myndi neinn árangur nást við samningsborðið og kom þér ekki óvart og kom ekki hínum óvart, það kom engum óvart að þetta var niðurstaða hans? Það kom engum óvart, nei. Þetta var svona, ég meina, staðreyndin auðvitað svo, hún óumdeilanleg og öllum augljós að samtök atvinnulífsins, þau alveg sama hvað reyndu var, ætluðu sér aldrei að gera kjarasamning við Eflingu. Í reynd sviftu okkur bara réttinum sem auðvitað ekki þeirra að gera til þess að gera kjarasamning. Það náðist þó þarna örlítið umfram sem að skiptir auðvitað miklu máli. Það náðist þessi hækkun fyrir almennt starfsfólk hótelana sem hækkar þarna með einn launaflokk sem vissulega ekki mikið en þó eitthvað, allt telur og svo náðist þarna nokkuð ásættanlegur árangur fyrir bílstjórana. Bæði í samskip og olíudreifing og skeljungi. Já, og það var auðvitað vegna okkar. Þannig þeir sem fóru í verkvall fengu eitthvað? Já, það var auðvitað það að okkar baráttu fólk fekk eitthvað og svo auðvitað það svo að þarna reyndi sáttasemjari í þessari deilu að hafa einhver áhrif og það ekki hægt að líta fram hjá því. Hvað meina reynda? Já, ég meina hann þarna beitti sér auðvitað fyrir því að þarna kemi eitthvað til okkar. Hann taldi að vera ófært. Ekki var viljinn til staðar. Nei, hann taldi ófært ástráður að leggja fram málaminnutölum sem væri bara kröfur þessa. Enda var það augljóslega ófært. Það hafði nú komið í ljós áður. Herðu, þið í samninganefndinu og þú, leggið þetta bara fyrir félagsmenn og fólk bara kýsa eins og vill. Þá get ég spurt, þú með atkvæði, er þetta ekki? Ég einmitt. Já. Hvernig ætlar þú að greiða þetta? Með atkvæðisrétt og þetta ekki spurning sem ég held að myndir fyrir með. Ég var einmitt að Já, ég veit, ég hef að vera undir þetta búin. Ertu ekki búin ákveðið hvað það er að gera það? Ég var að ræða þetta við minn góða félaga Ragnar Ólafsson í dag þar sem hann satt og var hókin í reynslu að setja saman kjörskrána með sinni vandvirknislegu og góðu nálgun og vinnu bráðum og
Ég held að, ég ætla bara að svara hér, þrátt fyrir það ég hef ekki verið undir þetta búin, að ég ætla að segja þetta, ég veit að það verður fullt af fólki alveg brjálað, en ég ætla að greiða atkvæði með þessu. Vegna þess að það var ekki annað í stöðunni heldur en þetta og vegna þess að ég vil að bílstjórarnir fái það sem að þeir munu fari hún í gegn. Þannig að já, nú ég búin að svara þessu og verði eflaust grillið á teini mjög hratt og rösklega. Hver er þetta að gera það? Já, fólki sem að náttúrulega vill ekki að ég segi þetta. En kannski verði ekki grillið á teini, kannski sleppi ég þessu sinni við grilluna, kannski finnst fólki að þessi búið að grilla mig nóg og lengi. En ef maður metur þetta að ef að hefði ekki komið málaminn til það, þá hefði þið þurft að gera samning við Samtök atvinnulífsins. Og nú er verið að gera samning sem hefur á 15 mánuður. Það eru liðinni 4 farnir. Samtök atvinnulífsins hefðu ekki geta fallist á afturvirkning samnings. Það er bara óhugsandi að þeir hefðu getað skrifað undir slíka samning. Að sumuleyti þá skar... Það er mikið prinsipmáli Samtökum atvinnulífsins. Fyrst að ekki er lengur til staðar gapastokkur eða tækifæri til að hýða fólk opinberlega að fólki sé þá refsað grimmilega með einhverjum hætti og þetta er þeirra aðferð. Það er vissulega rétt. Þannig að þeir hefðu ekki getað skrifað undir frjálsan samning. Þeir getað kynnt þessu og kannski hafa þeir átt að segja á því að ef við neytum afturvirkninni þá þurfum við líklega bara að hækka launin 70-80 skall að mánuði. Þannig að þetta bara gengur ekki upp. Ég veit ekki hvernig þeir hafa hugsað þetta og ég hef eftir því sem að þessi deila dróst á langinn þurfti að horfast í augu við það að ég skil sífellt minna hugsunarhátt þessa fólks og að vissuleita er ég eiginlega bara fegin eftir því sem ég skil minna. En já, ég menn þetta er alveg rétt. Þau náttúrulega hafa þetta sem mikið prinsip, þetta er mikið prinsipfólk og þetta er eitt af þeirra stóru prinsipum. Haldabænum er búin að halda þessu fram alveg non-stop síðan vel fyrir jól. Þannig að þetta var þá leiðin til þess að tryggja að verkalálun og fólk höfuðborgarsvæðisins meðlimir Eflingar fengi þessa afturvirkni. Já. Og því að málið ef þið myndi ekki sætt ykkur við tillögu sáttasemjara að þá væri framundan eitthvað svo mikil átök á 15 mánaða tímabili 4 búnir. Það er eiginlega bara ómúlegt að sjá hvað myndi gerast. Ég veist að ég bara er sammála og átök einmitt framundan áframhaldandi verkföll sem að auðvita eins og þeir sem hafa tekið þátt í verkföllum vita eftir því sem þau dragast á langin og engin góður endir í sjónmáli þeim mun erfiður fyrir fólk að vera í þeim. Þessi viðbýrslega verkbannshótun ennþá þá hangandi yfir höfðun á fólki og svo þá möguleikin á einhvers konar gerðardómi og svo framvegis sem að auðvitað enginn getur eða við í það minnsta. Ég ætla nú ekki að segja að valdastéttin og Samtök atvinnulífsins geti ekki séð fyrir sér hverjir myndu enda í slíkum gerðardómi en allavega ekki ég og meðlimir samninganefndar. Þannig að óvissan mjög mikil og eiginlega bara alveg hræðileg. Getur það verið að líka að þessi verkbannshótun sem var nú segist ekki skilja hvernig þessa hugsar en er það ekki samt svona augljóst á atburðarásinni að því lengra sem að leið frá boðuninni verkfallsbannið þá vandist þessi hugmynd í þeirra garði verð. Að það, ég meina, segjum að þeir hefur ákveðið að segja við sættum okkur ekki við þessu afturvirkni nú heldur bara kjaradeilin áfram og það bara skellur á verkbann. Jú, það sjálfsögðu. Heldur að þeir hafi getað séð það fyrir sér. Þetta var líka svo yfirgengilegt. Ég ætla ekki að mæla verkbanni mót. Nei, ég ætla ekki að þú veist láta eins og það sé nokkru sinni ásættanlegt eða afsakanlegt en verkbannshótun eins og þessi sem átti að ná yfir alla félagsmenn Eflingar á almenna markanum var náttúrulega til marks það að forysta Samtaka atvinnulífsins væri bara komin á einhverja endastöð það þau voru bara bókstaflega búin að mála sig út í eitthvað hot voru alltaf búin að vera að hóta þessu með reglulegu millibili og ég man einmitt við ræddum þetta einhver tíman og ég var nú þá nokkuð öruggum að af þessu yrði ekki sök þess að þetta væri svo yfirgengilegt en þá
var ég ekki einu svona ímynda mér að þetta gæti orðið svona, en þegar við fórum svo að ræða við félagsfólk-eflingar, trúnaðamenn og trúnaðamenn fóru og spurðu sína yfirmenn og svo framvegis, þá var bara mjög fátt svör. Atvinnurekendur vildu ekki svara, sumir sögðust ekki ætla að framfylgja þessu, einhverjir sögðust sannarlega ætla að gera það og meðal annars World Class eigandinn sem að upplýsingar höfðu verið þá innan hans fyrirtæki sem þeir ætlaði ekki að framfylgja þessu. Svo kom hann trítilóður í fjölmiðladaginn eftir þess að segja, jú, sannarlega ætlaði hann sko að gera það. Þannig að það var alveg gríðarlega mikil upplýsingaóreiða inn í röðum samtaka atvinnulífsins og það sem að við auðvitað ímynduðum okkur að yrði staðan reyndist rétt, að þegar að manneskja kemur og spyr sinn yfirmann, er það virkilega svo að þú ætlar að senda mig launalausa heim, getur þú svarað hvað ég að gera og svo framvegis, þá auðvitað verður fátt svör og auðvitað fólk sem bara einfaldlega treystir sér ekki til þess að segja já, ég ætla að gera það. Þannig að með þessu svona yfirgengilega útspili og hvernig þetta var lagt upp og hversu trillingsli framkvæmdin átti að vera og yfir hvað stóran hóp, pluss auðvitað þann mikla það mikla svona áfall sem þetta hefði auðvitað orðið bara fyrir verðmætaframleiðslu kapitalistana og gróða möguleika, þá til ég að þetta hefði í raun aldrei komið til framkvæmda, ég held ekki, en þessi hótun, hún var samt mjög raunveruleg og hún hafði auðvitað þú hélst þetta að hótunin yrði ekki lögð fram. Nei, og hún hafði auðvitað áhrif og ég ætla heldur ekki að láta eins og hún hafi ekki gert það vegna þess að það var ekki svo að félagsfólk Eflingar væri einhvern veginn að ringja í félagið eða hafa samband við mig eða aðra í samninganefndinni til þess einhvern veginn að reiðast okkur, en fólk var auðvitað að spyrja hvað þýðir þetta, hvað á ég að gera, hvert á ég að leita, getið þið hjálpað mér að skilja þetta, og það var auðvitað annars vegar vegna þess að fólk komst í uppnám en líka vegna þess að atvinnurekendur sjálfur höfðu engin svör. Þannig að auðvitað var þarna verið að beita fólk auðvitað bara grófu andlegu ofbeldi með því að ógna því, með því að hafa af þeim lífsviðurværi. Þetta er auðvitað bara gróft andlegt ofbeldi og efnahagsleg hótun sem að getur svona næstum því eins og svona eitthvað svona heimsveldi að refsa einhverjum jaðarlöndum sem hegða sig með einhverjum óþekkum hætti sko. Að byrjum á því að setja viðskiptabann og sjáum hvort að skrælingarnir fari ekki að hlýða. Þetta er úr einhverju svona framtíðarmynd. Þetta var eiginlega bara þannig. Og þetta var alveg hræðilega ógeðslegt. Mér fannst það svolítið skrítið eitt í þessu. Af því að þetta átti að byrja 2. mars. Fólki fær útborgað 1. mars. Já. Og svo líður bara dagurinn og fyrirtæki fara að loka. En fólki í Eflingu er kannski bara ágætlega sett svona fram eftir. Þannig ég skildi ekki alveg ég skildi ekki en að því þú byrjar að skera undan þeim fætunar og ég meina ég bara náði þess ekki. Prófa að halda benni við koma og spjalla þig. En svo náttúrulega líka annað sem er bara áhugavert og fróðlegt að ræða og passa sig að gleyma aldrei, að halda benni minn fyrirskipaði þarna í raun einhvers konar áhlaup á vinnudeilusjóð félagsins og ég held hann hafi verið búin að ræða við einhverja sem hafi sagt honum að sjálfsögðu væri reglugerð vinnudeilusjóðs með þeim hætti sem hún er, og svo held ég að þau sem hann ræddi við hafi sagt honum að formaður í félagi myndi aldrei þora öðru bara hræðslu við félagsfólk heldur en að segja sjálfsögðu. Þannig að ég held að hann hafi mögulega trúað því að við myndum bara strax segja já að sjálfsögðu borgum við út og ég held mögulega að það hafi komið honum og ásamt auðvitað öðrum á óvart hinn afdráttarlausa afstæða fórystu Eflingar að svo yrði mjög hart við og var bara ótrúlega fói og hann var náttúrulega ekki einn það en ég er bara mjög ánægð með það hversu ótrúlega fljót við vorum að bregðast þarna við og senda þessi skýru skilaboð að það væri sannarlega ekki atvinnurekanda að tæma vinnudeilusjóð verkafólks. Og þó svo að í vinnudeilusjóði standi að þessi styrkir með líka út af verkbönnum að
ef að verkmanni byrjar 2. mars og svo segjum bara að það setja 20. mars að þá þarf bara vinnudeilu sjóður að reyna ákveða hvernig getur, að því að ef allir ætti að fá bara fulla bætur frá fyrsta degi þá er þetta bara að tekur 6 daga að klára þetta, að þú getur ekki tekið ákvörðun það í upphafi verkmanns að gera þetta. Nei, og þetta var náttúrulega ofsalega svona skringileg og svona barnaleg umræða sem var þarna af stað, hún var svona, já, það var mjög margt svona barnalegt, svo ég bara sé hérna mild í orðalagi, eins og einmitt þetta sem að þú ert hér að nefna og svo auðvitað það að vissulega reglugerð til staðar sem að segir hvað megi gera en svo eru auðvitað stjórn í sjóðnum sem að ber þessa miklu ábyrgð að einmitt meðhöndla fjármuni þessa langmikilvægasta sjóðs af öllum, kannski fyrir utan sjóðun sem geymir sjúkradagpenningana eða jafnliða honum og þar auðvita dettur sem betur fer ekki fólki til hugar að ákveða einhvern veginn í einhverju hysteríu kasti að það sé ekkit eðlilegra og sjálfsagðar en að tæma bara sjóðinn af því að auðvaldið skipar svo fyrir. Það er hægt að meta verkvöld í krónum og aurum, hvort þetta var í þess virði, en það er annað sem að verkvöld gera, það er, þú nefndir til dæmis að sko reynslan sem kemur af því að standa í þessu, en það er líka að Ögmundur Jónasson, hann hefur sagt eitthvað svona, ég held að hann hafi verið að nefna verkvöld sem var á ríkisútvarpinu á síðan tíma sem að var og svo svona eftir á voru fólk á því að kannski skilaði ekkert svo góðum ávinningi peningalega. En hann sagði að eftir þetta þá breyttist valdahlutföllin inn í fyrirtækinu. Skrifturnar hættu að færa yfirmönnum sínu kaffi sem náttúrulega er ekki en það er svona lýsing á því hvað gerist í verkvöllum. Það sést launafólk sýnir vald sitt. Var gagnað þessu? Sannarlega og þetta er auðvitað svona þessi mikli lærdómur eflingar fólks sem hefur lagt niður störf og ég hef heyrt fjölmargar sögur einmitt þetta frá fólkinu, konunum sem að lögðu niður störf í langa verkfallinu við Reykjavíkurborg þar sem að þær einmitt vissu alltaf að þær væru mikilvægar og ómissandi en verkfalli kallaði fram hjá þeim þetta svona mikla stolt yfir því hversu ótrúlega mikilvægar þær voru og þegar þær koma aftur tilbaka í vinnuna þá var svona sín þeirra á sig sjálfar og sitt svona vinnu umhverfi allt önnur og þessi samninganefnd sem að núna hefur farið í gegnum þessa deilu, þetta er náttúrulega stórmerkilegur hópur og auðvitað þekktumst við sum þarna inni þegar þetta byrjaði en það kom þarna fullt af nýju fólki og við unnum saman og lærðum að treysta hvert öðru og hvernig lærir fullorðið fólk að treysta hvort öðru það er bara vegna þess að það sér að manneskjan sem það er í samskiptum við traustsins verð og við náðum í gegnum allt þetta að byggja upp og viðhalda trausti og það gerðum við með því að við hafa hinn lýðræðislega vinnubrögð að tryggja að á öllum fundum væri tími og næði fyrir allar þær umræður sem að fólk þurfti að taka og þær voru teknar aftur og aftur og aftur. Þannig að þú ert ekki bara í ræðupúlti og allir hinn að klappa? Það er aldrei svoleiðis. Ég er auðvitað oft í ræðupúlti og við erum ofta að klappa bæði, þú veist, erum við bara að klappa fyrir hvort öðru og stundum erum við búin að vera að klappa svo mikið og stundum var það orðið þannig, þú veist, að ef bara kemur einhver úr samninganefndinni inn í herbergi þá erum við bara alltaf farin að klappa. Þannig að við vissulega erum mjög klappandi fyrir hvert öðru en við ræðum okkur í gegnum málin og við viljum og reynum í hverju einasta máli að þegar að ákvörðunin er tekin þá er hún helst tekin einróma. En til þess að það geti virka þá þurfum við að vinna okkur í gegnum alla hnökrana og allar mismunandi skoðanirnar og finna þá ásættanlegu málamiðlun sem að hægt er að finna með þessum vinnubröðum og okkur hefur tekist þetta ótrúlega vel og þannig þetta byggist upp traustið. Þetta er sama aðferðin og kvennalistinn notaði, að tala sér niður og samíla niðurstöðu. Þetta er bara góð og mikilvæg aðferð vegna þess að þegar að svo kemur að því að taka hinar stóru erfiðu ákvarðanir þá er svo mikilvægt að vera búin að byggja upp þetta traust og þegar að fólk lendir í þeim aðstæðum sé ekki trausti til staðar þá er það náttúrulega auðvitað nokkuð líklegt að hlutir sem eru kannski ekki endilega góðir og ekki endilega uppbyggilegir eigi sér stað. Þannig að við leggjum miklu áherslu á þetta og svo höfum við bara
einhvern veginn náð og það líka bara mín reynsla í gegnum eins og viðræðurnar og verkföllum í borgina. Það séum við svona nógu duglega að hjálpa staði gegnum hlutina. Þá náum við svona viðhalda bara því að það líka skemmtilegt, það gaman. Og við höfum einhvern veginn alltaf náð því líka að finnast gaman að vera að gera það sem við erum að gera og njóta þeirra sigra sem að koma og leyfa okkur að fyllast rosalega mikilli og æðiskenginni gleði ef við vinnum eitthvað. Og það hjálpar auðvitað líka við það að takast á við einhver töp eða eitthvað sem að fer ekki eins vel og það á að fara. Og ég veit ekki, ég bara held að þessi samninganefnd, hún sé bara eitt svona, svo ég leiði mér að segja það merkilegast það sem hefur bara gerst í íslenski verkalýðsbaráttu mjög lengi. Fólk bókstaflega allstaðar á heiminum sem að sumir tala ekki ensku og sumir tala ekki íslensku en við bara finnum út úr þessu, við túlkum allt og við svissum á milli tungumála og við vöndum okkur til þess að ná skilningnum og höfum þetta sameiginlega markmið þrátt fyrir ólíka bakgrunna og ólík tungumál og svo framvegis að vilja berjast af öllu afli fyrir hagsmunum alls félagsfólks eflingar og það var líka það sem að við vorum alltaf að segja hvert við annað og við okkur sjálf að jú auðvitað erum við hérna sem einstaklingar og sem fólk með skoðanir og allt það en við þurfum alltaf að muna en við erum að berjast fyrir risastóran hópa af fólki og þess vegna þurfum við alltaf að vera að vega og meta allt sem við erum að gera. Þú nefndir hann að fólk alls þar á heiminum verkefni verkalýðsbaráttunnar í okkar heimshluta kannski ekki síst að fá innlent verkafólk og aðflutt verkafólk, innflytjendur og innfædda til að berjast sömu baráttu. Akkurat. Þetta eitt helsta megin og vandamál verkalýðsbaráttunnar í okkar heimshluta að fólki hefur engt hvort gerð öðru. Já, þannig hefur við náð ótrúlega merkilegum árangri og stórkostlegum árangri og ég bara stundum bara ég veit ekki, skilnast því bara ekki sjálf hvernig við höfum getað látið þetta ganga svona ótrúlega vel en það hefur bara tekist og það hefur bara bókstaflega engin vandamál komið upp. Ekki einustu en þá mín kenning svo og hefur lengi verið að hér á höfuðborgarsvæðinu þá náttúrulega vinnur verka fólk hlið við hlið, fólk allstaðar aður heiminum og ætlir að láta hlutina ganga þá náttúrulega bara finnur þú leiðir og þú kemst yfir tungumála örðuleika og svo framvegis og þetta kannski það sem að mjög mörg og ef bara ekki öll sem að taka þátt í þessu samninganefnd auðvitað bara þekkja úr sínu vinnu umhverfi þetta svona mikla umburðarlyndi sem að auðvitað bara byggist upp og þessi svona kannski miklu skilningur á því að það skiptir á endanum bara öllu máli að finna leiðir til þess að tryggja að allir geti tekið þátt og að allir skilji hvað að gerast og það sem betur fer eitt bara svona af helstu einkennum mannskepnunar að geta fundið út á svona hlutum og þess vegna hefur mannkynið komist af í gegnum árþúsundin af því að við getum fundið leiðir til þess að vinna saman og komast yfir einhverja örðuleika með skilning og svo framvegis. Þannig ertu líka þið í Eflingu að auka virkni almennra félagsmanna sem að hefur verið vandamál og mein í verkalýðshreyfingunni lengur. Ég býst við að Efling sem að þú varst kjörinn formaður yfir á síðan tíma og það var, ég veit ekki hvað það setja sofandi dregi eða eitthvað slíkt. Ég held að verkvöld góð til þess að ræsa upp dregan? Já, þau eru mjög góð þess. Þau eru mjög góð þess og við vorum að skoða núna svona tölfræðina og af öllum þeim sem að nú greiddu atkvæði verkfall þá voru 77% og skoðar allar þessar 5 boðanir 77% sem sögðu já við því að fara í verkfall og allar þar verkfallsboðanir sem Efling hefur farið í gegnum eftir að ég tók við sem formaður það hefur alltaf verið afgerandi niðurstaða það að fólk tilbúið til að leggja niður störf til þess að knýja á betri kjör þannig að já, augljóslega verkfall eitthvað sem að fólk tilbúið til þess að beita
og í undirbúningi verkfalla, í undirbúningi þess að við förum í atkvæðagreiðslu, þá þarf náttúrulega að vinna vissa vinnu og meðlimir í samninganefnd unnu náttúrulega stórkostlega mikla vinnu með því að fara og heimsækja vinnustæðina og ná samtölunum, og ég meina að það hafa bara stórkostlega merkilega hluti líka gerst þar, eins og hún Karla, félagi okkar sem að kemur núna næst inn í stjórn, hún bara sjálf að því hún tala spænsku, fór og myndaði bara tengsl við fullt af spænskumælandi félagsfólki Eflingar sem að vinnur á hótelunum og bara núna með þau í hóp og þau að spyrja hann og hún að svara. Þannig að dedikasjón eins og hjá henni auðvitað mikilvæg, og þessi tækifæri sem að þarna eru þá til staðar til þess að eiga þessi samtöl, en það auðvitað dugar ekki bara að vera í tengsla myndun við félagsfólk þegar einhver átök eru í gangi eða kjarabaráttu, og það eru þetta stóra verkefni okkar að viðhalda þessu öllu líka þegar við erum undir friðarskyldu. Og trúnaðarmannakerfi var nú hugsa til þess að vera svona æðakerfi félagsins út í með vinnustæðina. Já, við erum núna einmitt í mjög mikilli uppbyggingu á trúnaðarmannakerfinu, og þar er auðvitað mikilvægast að við höfum innhýst trúnaðarmanna námskeiðunum okkar og erum núna einu sinni í mánuði að taka á móti 60 trúnaðarmönnum á námskeiði sem er heill dagur, og það er auðvitað stórkostlega merkilegt og mikilvægt tækifæri fyrir okkur til þess að gera þetta, og við erum með þetta svona kortleggja hvar okkur sannarlega bráðvantar trúnaðarmenn, og hótelin eru þar á meðal vegna þess að það voru trúnaðarmenn, en COVID gerði það að verkum að þeir eru eiginlega bara ekki lengur til staðar. Flutt aftur út meinar eða? Já, ég meina það náttúrulega varð svo mikið rót inn á hótelunum. En fólk var náttúrulega bara sagt upp og það fór heim. Fólk bara fór út þarna, já, og það bara riðlaðist allt. Já, og það hefur auðvitað alveg rosalega mikil áhrif. Herðu, en já, þannig að þetta er þá langa svarið við stuttu spurningu. Ég ætla að spyrja haustið, en þú nefndir stjórnina að nú er það ekki stjórnarkjör. Nei. Og það kom ekki regnaru með því að það kæmi sem er í þá B-listi, þú var nú leitt B-listan tvisvar, en ef það kæmi listi núna á móti því sem trúnaðarráðið hérna leggur fram, að þá er það B-listi. Þú regnaru með því að Ólöf Helga og Agnieszka Eva myndi bjóða sér fram? Ég gerði það mjög lengi, en svo samt þegar að svo var það ekki, þá kom mér það ekkert á óvart, sko, vegna þess að það er eitt að ímynda sér að það sé hægt að gera svona og að þú njótir stuðnings og svo framvegis, en annað að láta það raungerast og þetta er ekki oft verið reynt að koma með svona bjælista, þú hefur gert það tvisvar. Já, ég ætla ekki að vera eitthvað að ræða líka þessar manneskjur, en eitt er alveg víst að það er njóta sannarlega ekki mikils trausts nýja stuðnings hjá félagsfólki. Og það hlýtur auðvitað að hafa haft tölvört mikil áhrif á ákvörðun þeirra að koma ekki fram með lista. Herðu, svo kemur haustið og nú eru þið í bara sama takti og allir aðrir, starfsgreinasambandið og restina af ASÍ og fólk kemur hingað mjög mikið að tala verkalýðsmál og bara þörfin á því að ná fram einhverju breytingum í íslensku samfélagi. Það sé ekki bara að ná því í gegnum launahækkanir, heldur verði að gera eitthvað í húsnæðismálum, það verður að gera eitthvað í skattamálum, það verður að gera, og það er bara þulið upp að sko það sem var hluti af íslensku samfélagi sem ætti kalla einhver svona velferðarkerfi eða eitthvað svoleiðis, að þetta er allt bara meira og minna beglað og illa í vondustandi og leiðin til þess að laga þetta er að verkalýðshreyfingin krefjist þess að þetta verið lagað og þá horfa menn á því að, og þá er alltaf sagt eins og þú þekkir, að líkurnar að þeirna árangri í slíku er að hreyfingin sé saminast. Hvernig verður haustið? Það er góð spurning. Við auðvitað fylgjumst núna spennt með því hvað gerist í VR. Ragnar Þór er að standa sér afskaplega vel núna. Hann er að nýta sína miklu styrkleika í því að fjalla einmitt mál eins og húsnæðismál, þar sem hann auðvitað veit manna mest þau og hefur auðvitað byggt upp greiðlega mikla þekkingu á því einmitt hversu handónýtt og viðbjóðslegt þetta kerfi er. Þannig að við vonum auðvitað að kosningarnar þar fari á þann hátt að hann sitji áfram. Það er auðvitað augljóst að Efling á enga samleið með starfsgreinasambandinu. Þannig að það er náttúrulega frálegt að fólk fari eitthvað að ímynda sér að
það sé á ábyrgð Eflingar að láta eins og það hversu óvelkomin við erum í starfsgreinasambandinu sé einhvern veginn á okkar ábyrgð að laga, það er auðvitað ekki svo. Þannig að það þarf auðvitað að leysa úr því máli sem allra fyrst. En Efling er auðvitað þetta risastóra félag, stærsta félag verkafólks fólks og félag vinnuafls höfuðborgarsvæðisins, þannig að Efling á auðvitað að hafa sinn sess við stóra borð verkalýðshreyfingarinnar og sá sess á ekki að koma í gegnum starfsgreinasambandið, heldur á bara að vera sjálfstæður. Hvort og hvernig það gengur að fá hann á eftir að koma í ljós, og Efling auðvitað undir minni forystu og félaga minna hefur náttúrulega þurft að þola mjög markvissar og miklar tilraunir til jaðarsetningar innan hreyfingarinnar, og hvort að okkur verður hleypt á einhvern annan stað á eftir að koma í ljós. En já, veistu það, á þessum tímapunkti þá verði ég að segja að tíminn verður svolítið að leiða í ljós hvað gerist. En við auðvitað, ég og félaga mínir í stjórn og félaga mínir í samninganefnd og svo framvegis, viljum auðvitað mest af öllu að það sé hægt að finna leið til þess einmitt að berjast fyrir málum eins og þessum, því að hér sé loksins eitthvað raunverulegt gert til þess að hemja þennan hræðilega húsnæðismarkað og til þess að svo hræðilega staða sem að bitnar auðvitað fyrst og fremst af félagsfólki Eflingar, að hér sé ekki húsnæði fyrir fólk og að fólk þurfa að láta sig þola óviðunandi húsnæði á svífurlegu verði, að þetta verði lagfært. Og já, ég get alveg verið sammála, en það er bara ekki annað hægt, að það þarf náttúrulega sterkt og mikið afl til þess að knýja handónýta stjórnmála stétt til að knýja á að hún gera eitthvað í þessu. En ég ætla ekki á þessum tímapunkti að þykjast geta svara því hvernig fer, vegna þess að reynsla mín er innan Alþýðusambandsins að fólk er tilbúið til þess að leggja ansi mikið á sig til þess að tryggja Efling komist hvergi nálægt neinum raunverulegum völdum, og hvort að það heldur áfram á eftir að koma í ljós, og ég get ekki stýrt því. Þannig að það skiptir hún ekki máli hvort að þú sért með eitthvað svona hugum að eitthvað geti enda með einhverjum hætti. Það getur verið þannig að þér sé bara einfalda ekki boðið upp á frið í starfsgreinasambandinu. Ég held að, já, ég veit það, að mér verður aldrei boðið upp á frið í starfsgreinasambandinu, aldrei nokkuð. Það mun aldrei gerast. Aldrei. Ok, herðu. Þetta verður forðund að sjá hvernig þróunin verður. Það er áttúrulega að koma einhverja línur í það hvernig verkalýðshreyfingin ætlar að mæta næstu samningum, þarf að gerast bara fyrir haustið. Að sjálfsögðu, og það er ásakanir sem eru í sífellu hafðar uppi okkur, að það hafi verið okkur að kenna einhvern veginn að ekki varð eitthvað samflot og þetta sé einhvern veginn allt vegna þess að Efling sé svona og hins einn. Það eru þetta ótrúlega langsóttar. Við auðvitað vissum og skildum að til þess að ná árangri í þessum svona stóru baráttumálum er snúa bara að því hvernig stjórnvöld beita sér og hverjir fá náðarsamlegast að fá einhverju útluta þaðan, en þá þarf auðvitað hreyfingin að standa sterk saman. Og ég gaggrindi og hef gaggrind og mun halda því áfram einmitt þannig mikla asa sem að hljóp þarna í menn sem gerði þetta verkum að öll slík tækifæri glötruðust niður. Það var ekki vilji Eflingar. Efling vissi að þetta var versta hugmynd sem að hægt var að hugsa sér að gera þetta með þessum hætti. Einmitt vegna þess að í stað þess þá að við gætum þrátt fyrir að vera mögulega ósammála ýmislegt staðið saman í þessu. En þarna vegna þess einhvern veginn að félagsfólk Eflingar sem eru auðvitað þau sem að þjást mest út af húsnæðismarkanum skipta því miður ekki nógu miklu máli innan hreyfingarinnar, þá ákveðum en að það væri í lagi að
berjast einhvern veginn ekki fyrir þessum hagsmunum auðvitað allra en fyrst og fremst kannski eflingafólks. Man gæti sagt, hortu við sögutráðin að þetta hefði verið svona sögutráður sem hefði verið hannaður eiginlega af SA. Það væri bara mjög snjallt að niðurstaðan er svo að Efling yrði einangruð og þá yrði bara broti niður, við vorum að ræða áðan hugmyndur það var þetta bara brjóta niður verkfallssjóðin, þannig að Efling geti ekki farið í verkfall bara næsta áratuginn, að þetta geti orðið niðurstaðan og sömuleyti má ætla að þetta það svona hugmyndir hafi drifið þetta áfram, en þá þurfa að vera eitthvað fólk sem að hugsaði Eflingu þegjandi þörfinna og leyfis að gerast. Ég held að það sé alveg rétt og ég held að bara svona ánægja Samtaka atvinnulífsins með þá samningar sem að gerðir voru þarna fyrir jól sýna þetta fram á það að þetta voru draumasamningar samtakana. Hvort að eitthvað fólk hafi verið þarna sem að lét og leyfði þessu að gerast, já, mögulega, meðal annars ríkissáttasemjari, hann var þarna og ekki bara leyfði þessu að gerast, heldur var náttúrulega bara prímus mótor í þessari atburðarás. Að klára samningin STS, þó svo að Ragnar hafi farið í burtu, ekki að sækja Eflingu að borðinu. Og að klára samningin, kalla Eflingu aldrei í hús, ekki einu sinni til þess að fá fram afstöðu formanns og samninganefndar, til þess sem að var að myndast. Já, til þess sem var að myndast. Það var aldrei gert, en því svo einhvern veginn, já, svo áttu svo að tróði upp á okkur eins og auðvitað við höfum rætt og allir svo sem vita þessum tímapunkti. En hverjir aðrir leikendur hafa þarna verið til þess að taka þátt í þessari atburðarás, veit ég bara ekki og ætla ekki að segja til og svo auðvitað ámaður auðvitað gæta sín á því að fara einhvern veginn að láta eins og það þurfi endilega eitthvað ótrúlega marga svona leikendur sem að hafa eitthvað svona þetta sem sjónarmið sko. Ég held að það sem að hafa þetta bara knúið menn fyrst og fremst áfram var fyrir suma þeirra bara ofsalega mikill vilji til þess að ljúka því bara gera kjarasamning og ég held að það sé voðalega slæmt þegar slíkur asi grípur menn sem að bera mikla ábyrgð og svo held ég mitt eins og ég segja að ríkissáttasemjari hafi haft þarna ofsalega mikið að segja og beru þetta greiðlega stóra ábyrgð á þessari atburðarás og svo auðvitað er það svo að þeirra Samtök atvinnulífsins ætla sér að knýja fram einhverja niðurstöðu þá eru þau hatramir andstæðingar og erfitt að eiga við þau eins og augljóst er. Eru Sólveig takk fyrir að koma hingað á þessum hléi sem er í kjaradeilið inni við Samtök atvinnulífsins. Það munu verða skrifar þetta greinar og ritgerðir, leikrit og ljóð, en við náum ekki svona skamt frá endalokunum að kannski að greina þetta til bóts. En þetta var mikil íslendingasaga sem var hér, fór fram hér í vetur. Svolítið annað kæra þakkir. Og við ætlum að snúa okkur annarri stórri íslendingasögu, það er faraldurssaga COVID hér eftir augnablik.
Já, herðu, það COVID sem að allir heldur kannski, eða margir heldur, að það væri horfið út í söguna eitthvað og þá náttúrulega verið að rifja upp söguna á sunnudagskvöldum á RÚV, ég verið að viðkynna að ég hef ekki alveg treyst mig til þess að horfa á það þætti. En síðan komu fréttir í gær mikinn umframdauðsföll á Íslandi í fyrra og þau leggjast eins og faraldurinn, COVID-faraldurinn og það sem að voru flestir sem að létust úr COVID að það eru líka flest umframdauðsföllin og þá það ljóst að umframdauðsföllin tengjast COVID og það sem meira að fólk líklega að deyja vegna COVID, það ekki endilega að deyja af því að það með COVID. Meðan að faraldurinn gekk yfir að þá voru háværaraddir hér náttúrulega til þess að ég hlýði víði og allt það þegar við unnum til því en svo voru líka þeir sem voru að andmæla sóttvörnunum og öðru slíku fannst vera oflangt gengið og gengið á persónurétt fólks en það voru færri sem að voru kannski að segja að COVID væri kannski alvarlegra heldur en af var látið. Einn af þeim sem að ég man eftir að gerðu það var Haukur Már Helgason rithöfundur sem að frá fyrsta degi, ég held að fyrir utan Ásgeir Brynjar Torfason sem kemur eftir að þá varst þú eiginlega svo fyrstu sem að var að tala við að þetta væri alvarlegt að COVID-faraldur væri alvarlegur og ég fekk því hingað við tulum taka fram að þú veit ekki læknir eða faraldursfræðingur en COVID snertir samfélagið okkar þannig að við getum skoðað það sem svona samfélagslegt mál. Fréttirnar í gær, hvernig slóðu það þig þennan umfram dauðsföll? Sko, einmitt, það fyrsta kannski bara sem langar að fá að hafa orð á sjálfur hvað undarlegt að mæta til að tala þetta viðfangsefni. Ég tek því fegin sendi að vera á boðið sjálfur, en ég ekki með sérfræðiþekking á sviðinu, þetta ekki, þetta kemur mér við bara á nákvæmlega sama hátt og öðru fólki í samfélaginu. Þú ert borgari. Og ég á lífi, og ég með heilsu að hugsa og ég með aðstandendur, og ég aðstandandi fólks. Og alltaf, við erum saman og sitjum upp með þetta. Ég held að fyrsta sem ég myndi vilja nefna var, það var tvennt forvinnilegt í fréttinu sem birtist á RÚV í gær. Það fyrra og svona stærra veiga meira eru dauðsföllin árið 2022 af völdum COVID voru líklega tvöfalt fleiri en hafði verið talin hingað til eða talin, það að segja tvöfalt fleiri en tölunar sem hafði verið birtar. Ég veit af talnaglöggu fólki þar núti sem hafði fylgst með gögnunum og var löngu búið að gera sig grein fyrir þessu og var þannig létt að sjá það loksins birtast í fréttum, loksins væri það sagt upphátt hversu mörg dauðsföllin voru. En síðan var önnur tala þarna sem janúarmánuður á þessu ári, 2023. Þá dóu 13 af völdum faraldursins samkvæmt þeim tölum sem núna hafa verið birtar. Og ég veit, það er svona há tala líka. Hún ekki sambarileg það sem við talum yfir áralitið í fyrra en ef við núna erum við ekki í stórri bylgju þetta bara nýja normið þetta bara þessi besti komin til að vera segjum við, svona gengur hún og ef það eru 13 dauðsföll á mánuði þá eru það 160 á ári það 7-8% fjölgun dauðsfalla á þessu landi nema sér sagt eins og þú kannast oft við að segja að þá kannski fólki bara dáur ykkur öðru það ekki endilega aukning dauðsfalla. Sem umfram dauðsfallin í fyrra sín okkur er mjög ósennileg. En janúarmánuður við erum að horfa á samskona tölur. Skilur við, tölunum safna með sama hætti, það er mjög ósennilegt að það væri, allir hefðu dottu og dáið saman dag ef ekki, og ég held og þarna akkurat, allir séu svona hrumir, við höfum óta leiðir til að tala þetta niður og þær hafa verið mjög ábyrjandi alveg frá upphafi og mér finnst það svolítið ég er búin að vera að reyna að einmitt svona bara velta vöngum í dag eftir að bauðst mér hvaðan væri best að koma að málinu til að opna það eins öðruvísi einhvern veginn og ég held allavega eitt sem er kannski ágætt að vera meðvitaður mér meinlokunar sem býð okkur fram fyrir ótta ég og fjöldi fólks sem að en það á varbergi, hvort sem það er með því að hafa okkur aðeins hæg félagslega, nota grímur, fylgjast með tölunum sem birtast ennþá og svo framvegis okkur oft gert upp að vera svo
sko óttaslegin. Það alveg satt, sko, ég hræddur við þessa veiru, en ég held að það sé eðlilegt viðbragð. Ég held að það séu flestir. En þú meina að sé óeðlilegt viðbragð hjá okkur hinum eins og maður. Nei, ég held að sé varla til. Ég held að allir séu hræddur við hana og mjög eðlilega, sko. En hins vegar þá stöndum við fram með spurningunni viðbragð við ótta. Núna þekkjum við, sko, það vel þekkt þessi þrenning sem heitir á ensku fight, flight or freeze, sem er ólíkt viðbragð við ótta, þessi þrír grundvallar mögulegur hvernig við getum brugðist við hættu, raunverulegri eða ímyndaðri. Við gefum okkur að þessi raunverulega hætta sem að 400 dauðsföll á síðast ári gefa sterklega til kynna. Við gefum okkur að þessi raunverulega hætta að þá, sko, er kannski fyrsta viðbragðið sem stjórnvöld kröfðu okkur var að frjósa. Það er öllum skipað að hvort sem halda sig heima eða sækja ekki, fjölmenn mannamót og allt þetta, sko. Tilfinningin svo að samfélaginu var sagt að frjósa. Okkur vorum aldrei læst inn í byllinis, en það var sem vera kyrr, miðað við hraðna venjulega, sko. Við erum búin að prófa það, gerðum það í allan tíma, sko, og það með góðum árangri, nota benni, það er bara, mjög greinilegt einmitt hvað útbreiðslan var miklu minni þessi 2 ár áður en öllu var sleppt lausu. Og færri dóu. Og miklu færri dóu. Sér árið 2021 dóu, sko, færri en núna í janúarmánuði. Það voru 8 allt árið. Og engi bólusettur þá? Rétt. Allavega, það er búin að prófa að frjósa, sko. Og svo þegar öllu sleppt lausu, þá er það eiginlega flóttaviðbragð. Það er flóttaviðbragð við ótta. Láta eins og ógnin sé ekki þannig. Og við erum búin að leggja okkur rosalega mikið fram það í sameiningu með stjórnvöld með því að fela allar tölur, fjölmiðlar með því að fjalla ekki málið eða gera alltaf lítið úr. Ef það er minnst á dauðsföll, þá fylgir alltaf en hann var komin yfir nýrætt, eða hún var komin yfir áttrætt, eða hann var með undirliggjandi, eða þau voru með, og svo, alltaf til að smækka að þarna hafi eitthvað gerst. Og þannig erum við búin að lifa núna í 1 ár eftir, sko, að eiginlega faraldrinum hérna á landinu því að lýst yfir og hún var í lokið. Ég held að vera í mars á síðast árið 2022 sem heilbrigðisráðherra sagði að álægð á sjúkrahúsin væri tímabundin kúfur sem við þyrftum að komast í gegnum. Þetta orðalag tímabundin kúfur rifjaðist upp fyrir mér og sló mig aftur anspennist þessum 400 dauðsföllum sem hann var reynd að tala Það hefur lagt gríðarlega mikið kapp á að láta eins og ógnin sé ekki þannig. Dauðsföllin 13. í janúar kom upp að það er ekki einu svo einfalt enn í dag og ég held að það sé kannski komið tími til að við veltum fyrir okkur hvort langi að taka upp þriðja mögulega viðbragði við ógnanum og óttanum sem þá hvorki að frjósa né að flýja heldur að tækla hann. Að tækla þetta vandamál. Og hvernig gerum við það? Það eru ótal leiðir sumar sem hefur verið beitt hérna, aðra sem hefur verið beitt minna í svona alþjóðlegu samfélagi faraldsfræðinga, ónæmisfræðinga, lækna og fleiri sem að finnst Vesturlönd hafa brugðist í þessum efnum. Þannig að Ísland er ekki eitt á báti, við erum búin að vera dálítið samferða öðrum löndum, gengið aðeins lengra en mörg, en svona í grófum dráttum, þá eru allir meira en minna búin að fella niður varnir núna. Það var svo bara. Og þá er hópur sérfræðinga og hérna, þú veist, bara prófessorar í London og bara málsmetandi fólk sem maður er að gæta sín á því að vera ekki að hérna, maður er að umgangast miðla svolítið snirtilega til að passa sig á hávaðanum og ruglinu sem er það nútið, það er nóg að því en sem hafa eitt aldrei langan tíma verið að leggja alla áherslu á að það sé hægt að gera það sé hægt að endurheimta eðlilegt líf án þess að því fylgi þessi viðvarandi ógn með því að hugsa loftgæði og það verið þá svona blönduð aðferð þess að bara eins og Florence Nightingale gerði þessum tíma lofta vel út við erum hérna í rými með engum gluggum það er frekar lítið hugsað kannski loftræstingu ofta á Íslandi í öðru lagi að reynsa loft ég veit þið eru með loftrænsitæki hér sem að einmitt auðmenn gæta sín að hafa í þeim rýmum þar sem þeir koma saman á efnahagsráðstefnunni í Davos voru loftrænsitæki og annar búnaður í öllum rýmum til að þjónustu fólk gekk með grímur og það voru mikla varnir uppi
fyrir mjög stuttu síðan, sem að sömu aðilar eru raunin að neita almenningi þess að myndir með því að láta í veðri vaka á opinberum vettvangi, að þannig sé ekki neinn ógn til staðar. Og í þriðja lagi eru síðan sko rétt notaðar mjög gagnlegar til að verja sig og aðra þegar svo ber við. En hérna bursi frá tækniatriðunum, og ég er ekki sérfræðingur í þeim, frekar en ég er sérfræðingur á sviði sko læknisfræðinar, en ég get sagt sko eins og hérna Greta Thunberg, sko, mér finnst það að hlusta á sérfræðingarna og mér finnst að hérna þá er það að bara endur hanna félagsrýmið, hvernig við hegðum okkur. Og þá er það að þetta sé bara varanlegur faraldur sem bara fer ekki. Í augnablikinu virðast engin gögn benda til að hann fari. En það er erfiður að fá fólk til að gera það, því að eitt er að segja við stöndum nú saman og þá getum við komist í gegnum þetta, en þú ert að segja við erum að standa saman, en við erum ekki að komast í gegnum þetta, við erum bara að standa saman til þess að draga úr skaða sem að við þó getum ekki losnað undan. Annað eins hefur verið gert og margir benda á til dæmis kólerufaraldurinn í London á 19. öld sem að tók að ljúka þegar menn áttu þess á því hvað vatnsbólin voru menguð. John Snow hét læknirinn sem var þar með einn af upphafsmönnum faraldsfræða og lýðheilsuvísinda sem að lokaði frægri vatnsdælu eftir að kortleggja svona hvernig smitt voru að berast í London og stöðvaði þann tilteknu bylgju faraldurinn sem að hafði þegar dreipið 500 manns held ég á þeim tímapunkti eitthvað leiðis. Og vatnskerfi borgarna voru endurskipulöð eftir þetta? Akkurat, og í dag er búið að festa kröfur vatnsgæði, hreint og ómengað vatn og góðar pípulagnir og svo framvegis, svo rækilega í alþjóðaskuldbindningar, lög og reglugerður. Við göngum fullkomlega að því sem vísu að vatnið sem við drekkum ger okkur ekki lasin. Og ég held að við séum sammála með þessu tölver lífsgæði þrátt fyrir kostnaði sem felst í að hafa pípulagnir í lægi, vatnsbólin, þú veist, eitthvað eftir. Það er enginn að leggja til að fara tilbaka. Það held ég einmitt ekki. Hins vegar á sínum tíma þá skrifuðu menn í dagblöð í Breitlandi að hérna það eru sóun á fjármagn. Já, ég vil ekki láta þvinga sig að taka til heima á sér og fleira líka semst í samvætti þrif bara almennt og svoleiðis. En við semst það gera sambandskonu átak í loftgæðum eins og vatnsgæðum. Það er ein hugmynd sem er nokkuð áberandi í þessum hópum sérfræðingar sem fylgjast með og tjá sig málin að gæti skipt sköpum. Og hérna ég veit ekki hvort ég meira til þess að leggja nema að ég held að við höfum læst okkur hugarfarslega í þeirri hugmynd að við þessari ógn séu bara til 2 viðbrögð sem séu annars vegar að frósa sem fólk talar sem öll verið læst inn í 2 ár sem var ekki tilfellið en samt svona eða ger ekki neitt og láta eins og hættan sé ekki þannig og hvernig sem það útfærist hvort sem það er með bættum loftgæðum innandyra fyrst og fremst hvernig sem tæknilega útfærslan er að þá held ég að fyrst þyrst að koma til viðurkenning þess að við stöndum frammi fyrir sameiginlegri vá. En er ekki svolítið langt í það, Haukur, að ég býst við það því að þú gengur stundum með grímu og þú upplifir það sem að þú kemur inn með grímuna að þú sett eins og svona ógn fyrir hópin, að þú fær svona viðbrögð fyrir hópinum eins og þú sett að ekkert endilega, fólk sýnir þessu umbörðalendi og svona, þú veist, það er mestalega kannski smá auggotur, eitthvað þannig. Ég nota grímu í almannarými innandýra, eða semst í verslunum og svo leiði, Þú ert svona þetta er jaðarhegðun. Þetta er ekki almennt. Já, en þú veist, ég vil ekki, mitt heilsufar kemur almenningi ekki við, ég vil ekki fara að tala það, en ég sagt, þegar byrtast fréttur að hinn og þessi hafi orðið illa úti en það hafi líka verið eitthvað undirliggjandi á viðkomandi þá er það mjög stórt mengi af undirliggjandi kvillum sem getur verið að ræða og þannig er önnur frétt sem byrtist á RÚV daginn fyrir þess að 400 dauðsföllin í fyrra var frétt allar sem að ástæðu lausu sér ennþá að fara varlega við megum ennþá og það var svona tónn í fréttinni eins og það væri að tilefnislausu. Já og ég held að eftir kannski þetta fólk væri þetta laga ekki með því að bregðast við COVID heldur bregðast við svona bara sálfræðilega við ástandi. Já, þetta er svona sálfræðivætt einmitt og það er alveg rétt að ég held að svona í þeirri umfjöllun frá þeirri lið
að þá auðvitað þægilegt að sko líta á þá sem að þau sem að sést að taka upp eitthvað á varnir sem þau hrættu og sem sko irrational. En til að gera það þarf að hunsa ansi margar staðreyndir. En þetta sko staðreyndir eru síðan dálítið erfiðar við þá. Það til meðal svona gagnavísindamanna viðkvæðið sko you don't bring data to a story fight. Og ég held að þú veist, það líka, við erum stödd í sögu sem við erum að segja okkur. Þess vegna ætla ég að segja að þú ert sérfræðingur í því, þú ert rithöfundur. Ég legg mig eftir að kunna eitthvað allavega. Og þá erum við stöddir í þessari sögu og sömuleyti mætti kannski segja að það nú mannlegt að vera með svona afneitunga hvert dauðanum og ógninni og öðru slíku, þannig að viðbröð hópsins sem að þú ert að lýsa, þetta náttúrulega þetta ætti ekki að koma inn óvart að svona bregðist fólk við og það að fá fólk til þess að horfast í augu við hættuna og bregðast rationál við, það svolítið mikil krafa á þessa sögu persónur sem við erum með sem mannskepnan sko. Já, en það náttúrulega fleira sem að sko spilar inn í og eitt af því eru hreinir hagsmunir margslungnir hagsmunir auðvitað sko, var ekki lítill þrýstingur frá ferðaðinaðinum á sínum tíma að slúta öllum sóttvarnum, draga allar saman. Svo hefur fólk náttúrulega sko mjög skýra hagsmuna því að vera ekki frosið af ótta í tilvörunni og þar kannski sko einmitt þessi gildra sem lendum í sko kannski skiljalega hugarfarslega gildran, það sé spurningum að frjósa eða hunsa vandan sko. Átökið þannig á milli voru svolítið augljós í þess framhaldsskólanemum sem að voru bara að segja að þau gætu bara ekki lengur verið í þessari sko að vera frist. En sko eins og Sólveig ég sá nú ekki allt viðtal við hann en ég sá hann myndist af henni áðan sko en þetta bara þess að hæfni mannskepnar í að taka höndunum saman við að leysa vandamál sem grundvallaratriði. Já, grumsalega mikið. Og afsakað? Það grumsalega mikið afl að maður getur þetta. Já, það alveg svakalegt afl sko. En ef hann hefur samstöðuna til þess að gera það. Og ég held að þessi skrítið, ég held að þessi meiri sé að sko það væru undarleg tímamót ef við föllumst á það í þessu tilfelli að það sé ekki þess virði eða við getum það ekki eða við nennum því ekki eða það sé ekki sko það sé ekki neins að vinna ég held að sko það að lífslíkur samfélaga lækki verulega jafnvel í fyrsta sinn í 100 ár eitt og sér við erum búin að nota hann á mælikvarðan lengi á framfarir sko, hversu lengi fólk lifir hérna á Íslandi við erum mjög stolt af því að eiga þetta sko met í ævilengd sem við eigum reyndar ekki lengur við erum löngum búin að missa en þetta er einn stær sem við eigum þá svona alfarið að hunsa núna sko að breytist okay, þá getur óskikjan sem við aldrei verða að stýra okkur og skiljanlega eins og þú segir sko, þá getur við sagt ég meina þú veist hver vil lifa eftir nýrætt sem þú veist hunsum Sigurjón Björnsson og þýðingarnar hans sem hann er búin að vera að klára allt sem fólk gerir eftir nýrætt hunsum að tilverðan getur verið einhvers virðið þó að maður afreki ekki neitt og svo frammeði sko hver er lifið en þá er fólk líka ímynda sér sko að það séu vondu árin sem eru klifta af en ekki að við öldrumst og veikjumst aðeins fyrir sko það séu við höldum vondu árin og góðu árin fækki sem að margt bendir til að séu raunin að þú ert að vísi þetta þá er náttúrulega umræðu þetta er alveg fullkomlega marklaus sko það er náttúrulega helling af unglingum sem að geta ekki séð fyrir sér að það sé líf eftir 30 sko Íslandir fannst það fráleitt að vera líf eftir 64 ára þannig að það náttúrulega það getur engin ráðstafa lífi annara þannig að fólk sem er að tala um að fólk sem er eldri en nýrætt hafi ekki rétt á lífinu, það er náttúrulega bara siðlaus afstafa. Og þá vil ég líka gæta mín, sko, ég er að endur segja núna, sko, þetta niðurtal sem hefur verið í gangi. Í fréttinni í gær kom fram að meiri hluti þeirra sem dóu, aftur svona til að kannski tala þess niður vandan, hafi verið komnir yfir 60. Það er ekki með háraldur. Það er dálítið nærtækara. Ég var 15 ára þangað. Ég er komin þangað. Þú er komin þangað. Og Þannig að samkvæmt fréttastofu Ríkisútvarpsins að þá er mitt líf ekki mikils virði? Nei, og samkvæmt svona kannski þeim pól sem við erum sem samfélag að taka í hæðina þessar mundir, þá er fullt af lífum þann úti ekki mikils virði. Og ég held að talningin sé vitlaus. Ég held við þurfum að telja aðeins betur og ég held að við getum þurft að horfast í augu við óttan til að bregðast við honum á aðeins skynsamlegri máta. Eitthvað svo leiðis. Herðu, Haukur, takk fyrir að koma hingað og tala um þessi mál því að
við vitum það að og kannski ástæðan fyrir viðbragðsleysinu eða hvernig samfélagi hegða sér gagnvart þessari vá vegna þess að við ræðum þetta ekki sko. Og það allavega við blaðamenn trúum því oft að svona orðsögu til alls fyrst. Og þetta náttúrulega hundleiðilegt sko. Og það, skilur ég sitt á mér að koma og tala þetta, þannig að ég veit hvað þú veist að vill enginn vera COVID sko, skilur þetta drepleiðilegt og þetta bókstaflega líka sko. Takk fyrir að taka að þér þetta skilduverk fyrir samfélagið og ertu ævilega velkomin og við ætlum að halda áfram að tala um COVID því þetta náttúrulega eitt stærsta frétt ársins að þessi umfram döðsfull sem allt í einu kom í ljós núna og þá verðum við náttúrulega bregðast við með að fjalla þetta. Herðu, en við ætlum að snúa okkur að allt öðru núna eftir augnablik, við ætlum að horfa á Kastljós gærskvöldsins þar sem var rætt við Bjarna Benediktsson sem nú kóngurinn í íslenskri pólitík og við ætlum að reyna að skilja hvað hann var að segja og fá Ásgeir Brynjar Torfason til að hjálpa okkur við það eftir augnablik. Við ætlum að gera smá tilraun núna við rauðaborðið að því að kannski oft séð þetta svona á YouTube að fólk er að skoða eitthvað og tjá sig það, getur verið Eurovision-lög, en við ætlum að skoða Kastljósviðtal í gær sem var merkilegt við Bjarna Benediktsson fjármála og efnahagsmálaráðherra þar sem hann var að tala eiginlega svona frétt þessara viku sem var aukin verðbólga og það svona rennu fyrir flestum að óbreytt stefna stjórnvalda er ekki að hjálpa til að óbreyttu þá bara mun ástandið halda áfram. En við skulum, hann Ásgeir Brynjar ætlar að vera með mér á eftir en við skulum byrja bara að heyra hans í Bjarna, fyrsta brotinu. Ef við tölum aðeins rót vandans, það var náttúrulega gríðarlega miklu kosta til að halda öllu gangandi í COVID. Eftir á að hyggja, reyndist þetta að vera of dýrkeypt? Nei, ég held ekki. Ég held þegar við lítum yfir þær væntingar sem við höfðum framtíðina, til dæmis árið 2020, það hvar við myndum enda með skuldahlutföll ríkissjóðs, hvernig atvinnustigið yrði, hvernig færi með kaupmátt almennings í landinu, að þá hafi það einmitt sannast að við vorum með aðgerðir sem skiluðu árangri, vorum reyndar að gefa út skýrslu núna einmitt svona efnahagslega áhrif af þessum aðgerðum og hvernig hefði tekist til. En það eru fleiri þættir sem eru að spila inn í myndina núna og það gríðarlega mikil einföldun og beinlínis rátt að segja að það séu ríkisfjármálin á Íslandi sem séu að keyra fram verðbólgu. Það verður þetta skolli á stríð. Það er líka mikill uppsafnaður sparnaður í landinu. Kaupmáttur almennings hefur vaxið mjög mikið. Við erum líka komið úr mjög lágu vaxtastígi og við skoðum núna þessa þætti sem eru svona undirliggjandi í verðbólgumælingunni síðustu sem að færða okkur yfir 10%. Þá er þetta á alveg gríðarlega breiðum grunni sem þetta er að gerast. Það er með þessi 1/3 af öllum undirliðum vísitölunar er að hækka meir en 10% á síðustu 12 mánuðum. Og næstum því 3/4 undirliðana eru að hækka meir en 5% en við erum með verðbólgumarkmið upp á 2,5%. Þannig að þetta er á mjög breiðum grunni. Það hefur talsvert verið rætt svona spennu í hagkerfinu og við megum ekki gleyma því
að við erum með hátt atvinnustig, við erum með mikinn kaupmátt heimila, góða eiginfjárstöðu heimilana, við erum á margan hátt með mjög sterka stöðu til þess að takast á við þetta, en það þarf að berja verðbólguna aftur niður. Já, blessaður Ásgeir Brynjar. Þarna er hann að tala nokkur atriði. Hann er að tala að það sé of mikið gert úr að halli ríkissjóðs hafi áhrif á verðbólguna. Já, ég held að það sé að vissleiti rétt hjá honum. Ég veit ekki alveg hvort að þetta er svona viðbrað við Sigríði Andersen fyrir dómsmálaráðherra í Silfrinu á sunnudaginn. Það sem að hún var með svona einfalda skýringu þeirra sem að trúa á eina kenningu til þess að greina heiminn, sem er peningabankskenningin og samkvæmt henni og þeim sem trúa hana, þá er þetta allt núna öll þessi verðbólga í heiminum út af öllum þessum útgjöldum síðan í COVID, en enginn af þeim getur útskýrt okkur það liðu þarna 1-2 ár á milli, þannig að þarna er ég nú alveg sammála fjármálaráðherranum að það er ekki vegna ríkisútgjaldana sem verðbólgan er tilkomin. Hún er komin að mestuleyti vegna stríðsins sem kveikir í henni, en hins vegar held ég að punkturinn frá Bergsveini með að að ríkið hefði náttúrulega geta gerst samt sitt af mörkum til að draga úr henni með því til dæmis að bíða með hækkanir á gjöldum. Það var þarna þess að það sem ég vildi kalla verðbólgufróða, auknar tekjur ríkissjóðs sem eru beinlínis vegna verðbólgunar. Þær hefðu getað látið menn kannski bíða allavega hálft ár með hækkanirnar, þannig að það hefði allavega ekki bæst í, því að óumdeilanlega er hluti af verðbólgunni tilkomin vegna hækkanar ríkisins, en annars er ég sammála því að það er ekki ríkisútgjöldin sjálf sem er að búa til verðbólguna. Nei. Þannig að þetta er rétt hjá honum að Bergsveinn spyr hann hvort það hefur verið dýrkeypt aðgerðirnar í COVID. Það spyr út frá svona peningabankkenningunni. Já, og sko, en þarna kemur síðan smá mótsögn síðan, af því að hann, fjármálaráðherrann segir síðan að við verðum að kæla hagkerfið, sem að seðlabankarnir út allan heim eru að reyna að gera með því að hækka vextina til þess í raun og veru bara búa til samdrátt, keyra hagkerfin reyna að stoppa þensluna með því að keyra þau nánast í þrot og búa til En ef það er markmið, þá er ekki snudd að vera með halla á ríkissjóði, það? Nei, engin þörf á því í svona hagvexti, en hins vegar sko kemur það á móti því sem hann er búin að vera sig áður, ef verðbólgan er ekki tilkomið út af ríkisútgjöldunum, en að það verði samt að draga úr ríkisútgjöldunum núna vegna þess að kerfið er ofitna. Kæla hagkerfið, sko. Þá hefur hann verið að hita hagkerfið með því að hafa halla á ríkissjóði, ekki? Jú, en sko, það þarf að stoppa hallan á ríkissjóði. Það er bara jafnvægi milli tekna og gjalda. Það hvernig tekst að nota ríkissjóð síðan til að kæla eða kynda hagkerfið er sko miklu erfiðari punktur, af því að við komum að því kannski í punktunum síðar í viðtalinu, að sko það sem var í COVID gert og allir ekki verðbólgu, af því að þá var ríkið bara að stíga inn í hagkerfið sem var frosið, stopp og halda fólki á lífi, þannig að fólk sem misti vinnuna eða hafði ekki efni á matnum. Og þau ríkisútgjöld var náttúrulega verið að halda fyrirtækjum á lífi. Já, en þau útgjöld valda ekki þenslu, af því það er bara í eðlilega eðslu við að borga af lánum og borga mat. Fyllir bara upp í hólu sem það var.
Herðu, en að þú nefnir tekjurnar að þá hérna næsta brot, þá var hann spurður tekjurnar, hvort það sé geðilegt að auka tekjurnar. Já. Og hann byrjar á því að tala svona hitt og þetta, hérna það sé verið að tala gistináttagjald og það sé verið að skoða ýmislegt, ég ætla ekki að spila það, heldur þegar að Bergsveinn spyr hann það hvort að sé ekki eðlilegt að setja skatta á stórútgerðina og sérstaklega uppsjávarfisk og bankana, við megum sjá það brot. Þau hættu með gistináttagjaldið 2019. Við gagnrýndum það í fjármálaráði. Já. En hann nefnir hann svona nokkur svona sem eru búin að vera gegnumgangandi lengi en ekki kannski svona stórvægilega atriði. Nei. Hann hérna það þurfum við að endurskoða skatta og á umferð vegna þess að það eru fleiri ramas svona, en það svona, hann kemur að svona að leggja á skatta á þeirra sem eru stærri. Þá var það að klippa númer. Já, ég ekki alveg viss að arðsemi bankana sé jafn glæsileg og fólk telur af þessum hagnaðartölum vegna þess að við höfum byggt upp bankakerfi allt forsendum heldur en að hingað til hefur gilt. Við erum með það mikið eigið fé bundið inn í fjármálakerfinu að það ekki hægt að bera það saman við gamla bankakerfið okkar og það ekki hægt að horfa eingöngu á hagnaðartölum. Og þess fyrir utan þá erum við með sérstakan bankaskatt í gildi á Íslandi sem umfram það sem að gildi til dæmis á Norðurlöndunum. Og við höfum ekki að reyna að komast í gegnum þessa tíma núna með því að koma með einhverjar einskiptis tekjuöflunar aðgerðir og fara svo í varanlegar útgjaldatillögur á móti. Það óskynsamleg leið. Hvalrekaskatt á bankana sem að endurvekja bankaskattin? Já, ég náði ekki að staðreina en þegar að við lækkuðum bankaskattin þá voru Svíar að hækka bankaskattin sinn. Bæði fyrra og þannig að ég ekki með tölunar í kollinum en það hékk samt ekki alveg þarna saman að tala þetta sem einskiptist tekjur af þessartar skattheimtu og að ætti að fara í varanlega útgjöld. Það þarf bara að loka gatinu, jafna tekjur á móti gjöldum í ríkissjóði og það þarf að gera það með einhvers konar sköttum. Hann náttúrulega fór ekki að tala neina aðra skattheimtu heldur en almenna svona gjaldtöku af hinn og þessu. Það sem hann sagði með arðsemi bankana var ekki alveg, fannst mér stemma við veruleikann. Það að segja, hér var létt af eiginfjárkröfum bankana, þannig að þeir gátu í COVID-19 og eftir það borga sér út auknar arðgreiðslur til hluthafana. Eins og Arjón gerði mjög stórlega. Já, þannig að það vegna léttingar á eiginfjárkröfum, þó að það séu að sjálfsögum mun hærri allan heim heldur en í bankahruninu, eða fyrir bankahrunið. En svo tekur hann dæmið hann af Landsbankanum sem sé ekki að ná arðsemiskröfunni sinni upp á 10%. Sem að vegna þess að þeir eiga svo stóran hlut í Eyri sem á í Marel. Og hefur tapað peningum á hlutabréfa. Þetta bókhaldslegt verðið hlutabréfan fyrir niður og þar með kemur út bókhaldslegur minni hagnaður en það hefur ekki með reksturinn á bankanum að gera. Og þetta og hefur ekki áhrif á bankaskattin sem skattur á bankabókina. Já, og hann var að tala að þetta væri ekkit svo óeðlilega mikil hagnaður á bönkunum að því að arðsemin var ekki nógu mikil. Ég held að þetta sé gífurlega mikil hagnaður á bönkunum á síðast ári og þeir eru vegna verðtryggingarna hér og vegna uppbyggingar fjármálakerfisins og húsnæðislánana sem þeir eru að fá mjög mikinn hagnað í viðbót út af verðbólgunni. Þar að segja þeir geta hækkað alla sína þjónustu, öll sín gjöld og þar með ef hagnaðurinn hlutfall af því að þá bara eykst hagnaðurinn án þessi raun voru þeir gerir mjög mikið í rekstrinu bara því að verðbólgan og allar tölur hækka. Þannig að mér fannst þarna ekki alveg stemma við svona skilninginu allavega minn á bankarekstri. Þegar verið að tala hvalrekaskatt á til dæmis bankana eða stóriðjun eða eitthvað svolítið, þá verið að tala það að sé verið að leggja skatta á þessi fyrirtæki til þess að borga hallan sem að varð í COVID-19. Já, og núna verið að tala út í Evrópu eins og var til að held í Lettlandi eða Litáin að nýta hvalrekaskatt af orkufyrirtækjunum til að styðja Úkraínu bara að því að þar fór orkuverð upp og ég meina hagnaður okkar af Landsvirkjun
vegna hækkaðs álverðs beinlínis stríðshagnaður af því að álverði í heiminum að fara upp þannig að og það kemur í ríkissjóð arðurinn af Landsvirkjun vegna þess þannig að það eru náttúrulega alveg rétt sápunktur að arðgreiðslur í ríkissjóð á rekstri fyrirtækjana sem að aukast núna vegna stríðsins eða verðbólgunar eða hækkana að það náttúrulega ekki gott að fara í varanlegar útgjaldaaukningu vegna þeirra en það þarf að loka það. Enginn að tala um það kannski. Nei, en það alveg farið fram hjá þarna að tala um það sem við höfum oft hér og það sem skiptir mestu máli núna í jafnaðar aðgerðunum að nýta skattkerfið og nýtist líka til að kæla að skattleggja þá sem að hafa mikið umleikis í hagkerfinu að því þannig kælir það en þú kælir ekki hagkerfi með því að skattleggja þá sem að eyða öllum sínum tekjum í mat og húsnæði sko. Nei, í næsta broti þá hann að tala um þetta góðari sem hérna og hann hefur áhyggjur af verðbólgunni og eiginlega að benda á það hvar ætti að setja heimil á. Við sjáum þá næsta klipp. Það mjög margt jákvætt að gerast líka þó við höfum áhyggjur af verðbólgunni. Við slumum horfa til þess að við horfum fram á kannski eitt stærsta ferðamannasumar sem við höfum séð. Það sem að gerast í uppsjávarveiðum akkurat meðan við stöndum hér, það skipin að veiðum, eru mjög jákvæð tíðindi. Við sjáum sömuleiðis að orkufrekur iðnaður gengur mjög vel. Afkoma Landsvirkjunar hefur aldrei verið betri. Það margt mjög jákvætt sem að falla með okkur. En verkefnið sem við okkur blasir í raun og veru miklu meira tengt vinnumarkaðnum heldur en ríkisfjármálunum eins og ég horfa á það. Þessi miklu átök sem hafa verið, en stefnir vonandi núna að miskast í tímabundin frið. Stóra verkefni eins og ég horfa á það núna fram á við litið ekki fólgið í því að finna nýja tekjustofna fyrir ríkissjóð. Miklu frekar þá eigum við að einbeita okkur að því að finna farsæla niðurstöðu á vinnumarkaði. Það þarf að beita ríkisfjármálunum þannig að þau séu ekki að svona þröngva sér inn í hagkerfi þegar að það á yfirsnúningi og þannig getum við náð tökum á verðbólgunni. Verðbólgan ógnvaldur við kjör heimilana. Það svona línan, það aðhald í ríkisrekstri og að koma einhvern veginn í veg fyrir það að launahækkanir verða of miklar. Já, þarna var hann kannski að tala kjarasamningar ríkisstarfsmanna óbeint á hans að nefna. Þeir eru nú í gangi núna, það er nú alltaf verið að búast við að sé verið að gera eitthvað samkomulega bara í dag eða morgun. Já, það var samt lítil frétt sem fór furðulega lágt að ríkið mætti ekki að frestaði fundi. Já. En núna skils mér að það stemt að því að verið fundu frá klukkan 9 til 7 á morgun. Þannig að ég heldur alltaf að gera tilraun til þess að klára þetta. Ok, já, það er mikilvægt og gott. En náttúrulega stærsti útgjaldaliður ríkisins náttúrulega laun. Þannig að það eðlilegt að fjármálaráðherrann hafi áhyggjur af því að það fór úr böndunum. Það bara til þess að ganga frá ríkissjóði, já. En hann þarna að tala baráttuna við verðbólguna. Já, og ég held að það sé ákaflega erfitt að ætla að halda endalaust því fram að óróin á vinnumarkaði og Sólveig Anna sem var hérna hjá þér áðan sem ég náði nú ekki að heyra samt sé ástæða verðbólgunar og hérna Hann svolítið að tala það að svona verðbólgu væntingarnar, þegar að menn búast við að sé svona framundan, að óróin valdi því að menn haldi að sé verðbólga framundan og fristist þess að hækka verð þá? Já, sko, ég á mjög bátt með að sjá að verðbólgu væntingarnar hafi farið upp í síðustu mælingu eða í tengslu við hana vegna þessa eflingaverkfall sérstaklega. Ég held að það sé miklu frekar, þetta eru hækkanir sem voru áramótin, þetta voru miklu frekar orðræðan allt síðasta ár sem að hafði þessa hættulegu útkomu að fyrirtækin hækkuð aðeins meira. Auðvitað líka því þau voru að búast við auknum launaútgjöldum af því að það voru náttúrulega orðin vaxandi verðbólga þannig að það var viðbúið að launþegar myndu reyna að vinna það upp en sko það ekki vandi ef að vörur hækka 6% og laun hækka 6% að þá
sko, það ekki verðbólguvandi, það bara óbreytt ástand sko, og ef að laun hækka 6% en verðið hækkar 7-8%, þá það 1-2% kjaraskerðing. En hann talar alltaf út frá því að sko, verðið hækkar 6% af því að launin hækkar 6%. Þess vegna ef við myndum bara ekki hækka launin þá myndi engin verðbólga vera. Já, þetta svona, þetta sko, ég held við verðum bara að segja það beint út. Ég meina verðbólga eins og núna í heiminum, þetta náttúrulega bara stéttabarátta. Og það kemur mjög skýrt í ljós í öllu þessu viðtali já. Hvorum megin Ríkjar hann í stéttabaráttunni? Já, ég meina það verður bara að segja hlutin eins og þeir eru. Það það sem þetta snýst að því að sko, í raun og veru ríkisútgjöld að vissan átt betri til að kljást við verðbólguna heldur en þessar vaxtahækkanir. Ef maður sko, vill fara út í svona postkynsísk hagfræði sem við hefum ekki tíma til hér. En punkturinn sko, samt sá það væri klókar að leggja á skatta heldur að hækka vexti. Já, ég meina, ég búin að vera að segja það hér ítrekka hjá þér og það þurfa að vera skattar sem að beinast á þá sem eyðamestu liði sem að búa til þensluna. Já. Það að fólk kaupi jafn mikið að hafragraut fyrir hærra verð ekki að búa til þenslu þó að heilsalanir á haframjöluna hafi hækka verðið. Það að fólkið sé að eyða meira í húsnæðarleigu eða lán býr ekki til þenslunum að meiri hagna bankana. En hvað býr til þenslu? Það pallarnir við einbýlishúsin eða? Já, ég meina, hagvöxturinn sem hérna, hvort sem það eru ferðamennir eða loðnan eða, ég meina, bara öll umsöfin og sko, þetta alþjóðlegt mjög áhugavert hagfræði atriði núna eftir COVID, af því það viss klemma þannig á milli, að það skortur á vinnuafli og verðbólgan farin í gang, þannig að það verður í raun og veru að hækka laun til að ná í vinnuafl. Þannig að sko, það svo mikið að hagfræðimódelinu sem ekki að ganga upp. Þú manst, sko, einu sinni var að tala þrjár meginkenningar verðbólguna, einu peningamagskenningin sem við vorum afgreiða á hann. Og svo það væntingakenningin. Peningamagskenningin eitthvað sem að Bjarni hafnar en notar svo stuttu síðar. Já. Ok, númer 2. Væntingarnar sem að, sko, mjög slæmt ef það fyrirtækja megin en það hvort að þær séu tilkomnar vegna Sólvegar Önnu eða sem að Bjarni heldur eiginlega fram að kröfur á vinnumarkaði íti undir verðbólgu en þess að fyrirtækin fara að búa sig undir það og safna með því að hækka verð. Eða með einföldunar, ég ekki að segja þetta. Ég meina, og kannski hann hrættu við varnarmála sérfrængin sem fyrir BHM og að fara í að berjast fyrir ríkistarsmanna. Þriðja síðan sko Philipskúran svo kallað, þar sem samhengið á milli verðbólgu og atvinnuleysis og hún bara flöt eða lóðrétt eftir hvernig þar að þetta samhengi gengur ekki upp núna frá því COVID. En engin kenningin virkar í dag. Nei, og þannig þess vegna svo mikil hætta á að það verður gerðar efnahagsstjórnunarleg mistök að því meginströms hagfræðin að stýra eftir þessum gömlu módulum og hoppar svolítið svona á milli eftir hvaða En ef þetta stéttastríð að þá grípa menn bara til einhverja raka úr einhverju kenningu sem bara hentar vegna þess að þeir eru raunverulega að koma í gegn einhverju breytingum sem að þeir telja að vera bara klókar, pólitískt. Nei, og ég held að ég meina, ég var að hlusta á erindi frá hagfræðingum sem voru hjá Sameinuðu þjóðunum bara í síðustu viku. Ég meina, það bara verið að tala alveg opinskátt þetta alþjóðlega. Þetta Ef við þá að heyra eitt broti viðbót sem að Bjarni að tala hann spurður út í fólki sem í vanda á húsnæðismarkanum sem eru fórnarlömb baráttunar gegn verðbólgunni. Sjáum það, brot númer 4. Sko, ef við skoðum lífskjara rannsókn Hagstofunnar frá því í fyrra að þá sjáum við að húsnæðiskostnaður á þeim tímapunkti sem að rannsóknar gerð, húsnæðiskostnaður fólks hafi ekki síðan að mælingar hófust verið lítið íþyngjandi. Þannig við erum að koma úr sterkur stöðu þarna. Þetta eru þessir hópar sem þú ert að nefna. Það annars vegar þeir sem eru að koma inn á leigumarkað sem hefur hækkað tiltölulega ört. Þeir sem voru inn á markaðnum eru í betra skjóli en þeir sem eru að reyna að komast inn á hann. Og svo eru þetta þessir hópar sem hafa tekið til dæmis óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum
og nú þeir hafa þann valkost að fara yfir í verðtryggða fjármögnun. Sumir af bönkunum hafa verið með það úrræði að beita eins konar vaxtaþaki, þannig að þegar að vextir fara upp í ákveðna tölu og þá hægt að velta því sem umfram aftast á lánið. Svona úrræði ásamt því sem við höfum verið að hækka vaxtabætur á þessu ári geta hjálpað, en við þurfum aðeins að passa okkur þarna vegna þess að hvað Seðlabankinn að gera? Hann að hækka vexti einmitt í þeim tilgangi að kæla þarna. Þá getur ríkisstjórnin ekki komið og þurrkað út öll þessi áhrif með því að dreifa peningu til fólks þannig að það finnur ekki munin. Við þurfum bara einfaldlega að sætta okkur við, það þarf aðeins að kæla vélarnar tímabundið. Og eins og ég sagði áðan, ég held að langstærsta verkefni framundan sé að stilla saman þessa nýju fjármálaáætlun sem við erum að smíða, þessar vaxtahækkanir sem að Seðlabankinn að beita og okkur skortir í augnablikinu trúveruleika til lengri tíma litið vegna þess að verðbólguvæntingarnir í framtíðina allt og háar og síðan næstu kjaralótu. Já, þarna, ég hef nú vitnað til þess að hann hefur sagt þetta í þinginu áður, ef ég má byrja á því atriði, það hefur verið að spurja út í sársaukann sem að vaxtahækkanina valda og bara lífskjara krísunni sem að láti ekki fólk að lenda í, og hann segir eiginlega að það væri frálegt að ríkissjóður kæmi til þess að lina þetta, því að þetta eiginlega markmið Seðlabankans að búa til þessa þjáningu, en þess að það dregur úr þenslunni. Já, þetta svolítið svakalegt. Já, þetta svolítið hastarlegt, verður að segjast. Já, sko, það búið að kæla húsnæðismarkaðinn með makróprú með þjóðhagsvarúðar aðgerðunum, þar að þegar Seðlabankinn fer að skipta sér að hvað bankarnir lána út mikið til hverra. Herða greiðslumatið. Já. Þannig að það byrjað að lækka fasteignaverð. Þannig að sko sú kæling búin að nást fram með öðrum aðgerðum þannig og sko vaxtahækkunin hins vegar búin að valda aukinni greiðslubyrði á fólki sem það að kikna undan og sko ég átta mig ekki á því hvernig það að veita vaxtabótum til lægsta tekjuhópsins sem að á ekki fyrir útgjöldunum í húsnæði og mat. Ég bara áttaði mig ekki á því hvernig fjármálaráðherra landsins sér það fyrir sér til þess að lækka húsnæðisverð. Það hreinlega gengur ekki upp sko. Ég veit ekki sko hvað líka gerir svolítið mikið úr hækkun á vaxtabótakerfinu sem var sáralítil, sérstaklega í ljósið þess að það er búið að brjóta þetta kerfi niður sko. Já, og sko ég var að skoða tölur út af stríðsmálunum, framlög Evrópulandana til þess að slá á orkuverðskostnaðinn var 10-falt meiri en framlögin þeirra til stríðsins í Úkraínu. Þessi aðstoðin sem að Evrópa er að senda inn í stríðið þannig í bakgarðinum er 1/10 af aðstoðin sem að ríkissjóður í Evrópu veittu sínum þegnum vegna auknu útgjaldana þeirra vegna stríðsins. Við slupum við það hér út á okkar orkukerfi sem er einangrað á eyju, en við fengum álíka útgjaldaaukningu hjá heimilum vegna okkar fjármögnunarkerfis á húsnæði. Þannig að, og settum eitthvað í mjög litlum skala í því samanburði. Við þegar útgjaldaaukningu var einhverju svipuðum toga hjá heimilum, að þá gerður ríkissjóður út í Evrópu margfalt meira heldur en hér. En þetta að halda að þú kælir hagkerfið með því að pína fólk til að sko, ég veit eiginlega ekki hvað píningin á ná langt sko, er markmiðið að fólk missi húsin sín aftur og eigi þá að fara á leigumarkaðin eða þú veist. Það mun enda þannig. Já, Þannig að þetta er ekki stór hópur núna sem er í þessari klemmu en það munum mörg heimili lenda í þessu í haust. Já, og lausnin þarna er alltaf svo að allir geti þá bara farið aftur yfir í verðtryggt. Sem er ekki rétt, en þess að þú þarft að standa skreiðslum að þess að gera það og henni tekjulegstu náði ekki. En það er betra fyrir náttúrulega fjármagnseigendurna sem geta fengið bara verðtryggðar ávöxtun á útlánin sín til þessar, en þetta hefur ekki neitt með kælingu á hagkerfinu að gera. Þetta illskiljanlegur punktur hjá
efnahagsráðherranum. Já, og mjög áhyggjuvekjandi ef skilningurinn ekki betri, ef að hagfræði ráðgjafanir í kringum fjármálaráðherra og fjármálaráðandið og í Seðlabankanum, ef að þeir eru allir búin að nýta góðæri til að greiða niður sín húsnæðislán, jáfnvel með skattafslætti, og eru bara á góðum sjó og þekkja engan sem í vandræðum vegna þessar auknu útgjalda í húsnæðiskostnað og mat, og svo vísar hann í kjararannsókn Hagstofunnar frá því byrjun síðast ár. Já, þegar að vextinu voru lágir. Já, og þetta gerir hann mjög oft. Þetta nú eiginlega hans aðal stílbragð að þegar hann spurður út í sérstök mál eins og stöðu ykkur hópa, þá vísar hann til meðaltalsins að það sé að hagur heimila geti farið batnandi. Það náttúrulega mjög algengt á bíl að meðaltals hagur heimila fari batnandi en hagur hinna vestsettu fari vestandi. Það gerist bara oft. Já, og sérstaklega ef þú ert með þannig skattkerfi að það lítið progressíft. Það var aðeins aukið í lífskjarasamningunum en við erum samt mjög langt frá öðrum löndum í því að og við erum með hinn vandan ef maður skoðar heildarskattlagningu hér með við útgjölda. Við erum svona að reyna að vera með skattlagningu nær Bretlandi en velferðarkerfi nær Norðurlöndunum og þess vegna erum við með gat þarna á milli sem ekki lokað. Sem ekki fjármagnað. En það þýðir líka að við erum með veikt velferðarkerfi og í slíku landi að þá gerist það oft að meðaltalið batnar. En kannski 10%, 20%, 30% sem standa vest eru að vestna. Og það er en þú kannast við það að hann vísar alltaf í meðaltöl þegar hann er spurður eitthvað sem er sérstakt. Í næsta klippi þá heldur hann áfram að tala svona byrðarnar sem almenningur axlar og verðbólguvæntingar. Sjáum það. En þetta hljómar svolítið bara eins og það almenningur sem bara þarf að axla þetta. Hann þarf að súpa seyðið af verðbólgunni og taka þetta á kassan. Og fólkið í landinu hefur notið núna ár eftir ár langt árabil mjög mikillar aukningar á kaupmætti og þetta á við allar tekjutíðir. Við erum að sjá rosalega launaskrið hjá toppunum í þessu þjóðfélagi. Við erum að sjá mikinn hagnað á bankunum, við erum að sjá háar fjárhæð, arðgreiðslur og þess og þar sem þú endurtekur þetta með bankana. Ég segi til dæmis, við erum með arðsemiskröfu á Landsbankann sem eigandi Landsbankans. Bankin ekki að ná þeirri arðsemiskröfu, þannig að ef það einhver mælikvarði. Þú segir að almenningur sé að axla þessar byrðar og á meðan að sumir fáir skjóti sér undan. Ég held að það verði að taka það með í reikningin hver staða heimilan þegar við erum að koma inn í þessa erfiðu tíma. Og boðskapurinn minn einfaldlega þessi að við getum unnið í þessari stöðu þannig að við séum núna við svona topp verðbólgunar eitthvað staðar á þessum slóðum og við getum náð henni tiltölulega hratt niður. En til þess þurfa þessar framtíðar verðbólguvæntingar að breytast. Fólk hægt að trúa því að við náum tökum á verðbólgun. Það orðið sjálfstætt vandamál. Og ég held að sé að hluta til út af þeim átökum sem á vinnumarkaði. Fólk trúi því á markaðnum í dag að vinnumarkaðsaðilar séu ófærir að ná skynsamlegri lendingu í næstu kjaralótu sem að þýði að laun muni halda áfram að hækka á Íslandi langt umfram það sem gerist annars staðar, sem endi því að atvinnurekendur þurfa að hækka verðin hjá sér sem að mælist þá aftur í verðbólgunni og við séum komin í vítahring. Og ég að segja, þetta þarf ekki að enda þannig. Hvað er þetta? Nú hann bara að vísa í næstu kjaralótu, hann að vísa í kjarasamningarna í haust og miðjan vetur. Já, og hann líka að tala að heimilin standi bara mjög vel. Já, í fyrra, í upphafi árs í fyrra. Þegar verðbólgan kemur. Hann er að svara því að heimilin bara taka þetta og almenningur bara taka þetta á kassan. Og hann að segja já. Við stöndum svo vel. Já, að meðaldali og að tekjutíundirnar. Það var gott að hann var allavega farin að horfa á tekjutíundirnar mismunandi. En þetta búið að breytast rosalega hratt á síðustu 18 mánuðum eða síðustu 12 mánuðum. Þannig að það eru komnar kannanir, ekki frá Hagstofunni en aðrar lífskjara kannanir. Það eru komnar tölur
yfirdrátt og það var eitt af því sem gerist í COVID. Mælingar og það eru fleiri heimili sem er erfiðleikum en á endur saman, það rauk upp. Já, og ef hann er ekki að horfa á þá náttúrulega kannski áttar hann sig ekki á vandanum. Hann er ekki að horfa á það, hann velur sér bara tölur sem að henta málflutningars. Já, og það sem er áhyggju efni varðandi það að ég heyrði ekki alveg hvernig hann var að tala niður verðbólguna með þessum boðskap. Eiginlega var frekar... Skautin er mjög langt fram í tíman, það var bara mjög langt hjá hann þar sem var að tala verðbólguvæntingar eiginlega í ári viðbót. Já. Það er ári í næstu samningar. Og það sést á verðbólguvæntingarnar frá markaðsaðilunum, þeir sem eiga peninga og eru að fjárfesta í peninga, þeir eru að verðleggja skuldabréf fram í tíman og þannig sérðu þessar væntingar fram í tíman og það er mjög mikið ágefni að þær hér á landi eru orðnar háar 2-3 ár fram í tíman. En málflutningur eins og þessi er eins og ég sé það svolítið hættulegur með við það að hann getur verið að tala þar með upp meiri deilur í haust og þegar það þarf að gera þessa langtímasamninga ef nú verðbólgan verður farin að fara niður hér þá. Þannig að þetta er svolítið eins og þegar ég var að gagnrýna hér hjá þér í fyrra og þegar bæði seðlabankastjóri var að tala inn í kosningarnar, enginn vildi tala skattamál í kringum kosningarnar og síðan alveg frá því að kosningarnar voru búnar og í öllum aðdraganda kjarasamningarna var alltaf verið að tala höfrungarhlaup, tala upp áhyggjur af því að verkalýðshreyfingin væri að ná að berjast fyrir því að halda við kaupmáttinn. Nú eru allir að fá minnkaðan kaupmátt en hann hittir harðast þá sem eru í lægstu tekjutíðindunum og það er verið að bregðast við því á mismunandi hátt út í heimi af því að það vita það. Já, þetta er sama ég sagði á mánudaginn. Það verður að horfa á ójafnartölur í aðgerðum Seðlabanka og í aðgerðum fjármálaráðuneyta af því að annars eiga menn á hættu að fá bara óeirðir. Það er það sem var ástæðan fyrir að var að tala inngildandi vöxt, inclusive growth frá IMF, OECD, World Bank, öllum þessum stofnunum frá 2016, þegar menn voru búin að sjá greining á hrunum, voru búin að sjá óróan, Brexit og Trump og fleira þess og þar sem að sýndi alveg hvernig hættan var á því að þú tapir stjórninni. Þannig að ég hef töluverðar áhyggjur að því að í staðin fyrir að tala höfrungarhlaup og í staðin fyrir það var svolítið svona bendileikurinn búin að vera, seðl og bendir á fjármálaráðuneyti eða fjármálaráðuneyti og seðl og það er þá hætt en báðir benda á vinnumarkaðinn. Núna er farið að benda þarna einhvern veginn og það er miklu betra að tala hreint út hlutinu. Það eru eins og Bergsveinn sagði, það eru allir að taka við kjaraskerðingu núna. Spurningin er hvernig hún deilist, hvernig hún deilt niður en þá verða menn að vera tilbúinir að tala hvernig ætlum við að skattleggja til að jafna nút en ekki bara tala eitthvað veggjöld eða komugjöld á túrista eða fiskaldisgjöld, eitthvað sem er búið að vera til umræðu mjög lengi og er bara svona einhver eðlileg gjaldheimta á mismunandi lið. Það er ekki skatta það er umræða sem allir vilja forðast en það verður að ná upp á yfirborðið því annars er bara verið að búa til enn meira stéttastríð og það eru mun fleiri í þessum hópi sem er í vandræðum með bara að komast af í þessari verðbólgu og ef hún heldur áfram þá sé ég ekki hvernig menn ætla með svona orðræðu að ná að tala niður væntingar, hvort sem það er frá hlið verkalýðshreyfingarinnar eða atvinnurekanda. Og þegar við tala stéttastríð þá að fólk hafi í huga að það eru tveir aðilar í því og það geta báðir háð stríðið, stundum er látið eins og stéttastríð komið bara neðan en það kemur líka ofan. En það er síðasti búturinn sem ég ætla að spila fyrir þig. Þá er hann snýst talið svona soldið af aðgerðum til þess að mæta því sem hefur kallað svona framfærslu krísa kannski erlendis. Heyrum það.
En kjarasamningar verða bara teknir upp aftur næsta haust eða eitthvað. Einmitt, og það eru þeir samningar sem ég að tala. Já, og hvað ætlið þið að gera? Þið hljótið að þurfa að stíga eitthvað inn með meira afgerandi hætti heldur en gerir núna til þess að koma þarna að málum. Já, það sem við höfum verið að gera að til dæmis núna áramótin vorum við að hækka vaxtabætur og barnabætur fyrir svona millitekju fólk og lægri endan. Og undanförnum árum höfum við sérstaklega lækka skatta og auki kaupmátt hjá þeim sem eru neðst í tekjustiganum. Við höfum verið að styrkja húsnæðisbótakerfið, við höfum verið að styrkja mjög verulega félagslega húsnæðiskerfið. Það get ég nefnt hlutdeildarlánin, við getum líka talað húsnæðisbæturnar fyrir þá sem eru á leigumarkaði. Við höfum verið með margvíslegar aðgerðir sem að hafa svona hlúð að þessum hópum, hækkað bætur almannatrygginga mjög hressilega á undanförnum árum. Og til þess að standa vörð þessi kerfi, þá þarf áfram verðmætasköpun í landinu og við megum ekki lendi í þessum vítahring sem ég var að nefna áðan. Ríkisstjórnin, það kallað eftir því núna að við séum ekki svona að taka of mikið pláss í hagkerfinu þegar að atvinnustigið þetta hátt og það þensla í hagkerfinu. Og ég er sammála því. Ég held hins vegar að það hefur verið gert allt of mikið úr hlut ríkisfjármálana í verðbólgumælingu dagsins, allt of mikið. Og því menn horfa bara framhjá því að laun á Íslandi þau hafa hækkað á 2% á undanförnu ári. Mælingi frá desember til desember 2021 til 2022 sýnir 12,4% hækkun launa. Þetta er of hröð hækkun launa, þetta er ekki sjálfbær hækkun launa enn í framtíð. Já, þarna talda nú ýmislegt sem ríkisstjórnin hefði gert og nefndi hluti sem ég held að sé bara á almanna vitorði að virkar ekki eins og hlutdeildarlánin sem kom í ljós að það var bara ekki verið að virka og ýmsa þætti, hann nefnir hækkun almannatrygginga sem ég held að þeir sem eru þar inni þekki ekki allavega ekki stórkostlega hækkun. Hann nefnir vaxtabótakerfi sem er almennt vitað að hefur rörnað undanförnum árum. Þannig að það er frekar eins og að segja ítaði frá sér að ríkisstjórnin komi að næstu kjarasamningum með einhverja svona afgerandi breytingar sem myndu styrkja svona það velferðarkerfi sem að lægstu tekjuhópanir þurfa að stóla á. Já, sko þarna er þetta aftur svolítið baráttan að velja byrjunarpunktinn. Hann segir lífskjör á aldrei verið betri, húsnæðiskostnaður aldrei lægri í byrjun síðasta árs og svo við höfum gert mjög mikið í útgjöldum ríkissjóðs á þessu sviði sem er nú bara svona að halda í við hækkanir og eins og við og vísa langt aftur til 2019 skattabreytingarna og sko þannig að þarna þarf bara að skoða rauntölur. Ég er ekki með þetta í kollum, en þetta er einföld vinna fyrir duglegan blaðamann að bara fara yfir þetta og staðreyndirnar og sýna fram á þetta. En ég held að á mörgum þessum sviðum sé nú sko rétt verið eða valla verið að halda í við verðbólguna eins og ástandið er núna. Þannig að skriðið, það sem við tala um, skattskriðið annars vegar og síðan hvernig bæturnar skríða úr því að nýtast færri eða rétt haldið í við að nýtast jafnmörgum sem er ekkit held ég að hægt að segja að nýtist millitekjuhópum það sem hann var að vísi. En ég er ekki með tölunar í kollinum. Þarna er hins vegar sko aftur augljóst að fjármálaráðherrann ætlar að halda fast í buduna ríkissjóðinn sem hann eðlilega telur einhvern veginn sína ábyrgð. Það bytta aðhaldi og ekki auka útgjöld. Já, og sko og samt þarf að semja og það verða einhverjar launa og kjarabætur þar. Það sem er sko það sem hann sagði, ég var sammála nokkur þáttum þarna sem hann sagði en það sem að birtist þarna aftur eins og í klippun og undan er samt þessi svolítið óvænlegi tónn það að það eigi ekki að hjálpa þeim sem mest þurfa á að halda meðan að þó í COVID var það gert gegnum fyrirtæki sem þú er allavega þannig að það sko og það sýndi fram á að það var ekki vandi af því að
auka ríkisútgjöld til neyðaraðgerða. Þar að segja það... En nú þensla og hakir það hittna, þar var það öfugt. Já, alveg rétt hjá þér og honum og það, ég alveg sammála því þegar hann segir það ósjálfbært að vera með 12% hækkun á launavísitölunni á síðasta ári. Þannig að þess vegna eru við líklega ekki komin með eins mikla raunlauna lækkun eins og ýmis Evrópulönd, þar að segja hérna kjaraskerðingu beinlínis en þá en hún náttúrulega að koma núna þegar verðbólgan orðin 10% og hækkanirnar núna á laununum voru eitthvað 6 eða hvað það er. Þannig og sko eins og ég var að reyna að tala á mánudaginn með sko, það verða allir að gera eitthvað og það verður að reyna að finna þennan hæfilega balans. Hann að segja hann allir ekki gera neitt. Já, og það svolítið ógnvænlegt þegar að með við tölurnar sem við erum að sjá komnar fram og ef þetta lítur svona út fram á við að þá bara að fara að aukast í þeim hópi sem í vandræðum með að eiga fyrir mat og húsnæði. Þannig að sko að það einn liður og síðan hvernig langtíma kjarasamningarnir að nást saman í svona því ég var búin að sjá fyrir mér að þar yrði að koma til skattkerfisbreytingar, aðlaganir og heildarstefnumótun breyting á húsnæðiskerfinu, langtíma aðgerðir á ríkissjóðsliðinni til móts við að að vinnuveitendur taki á sig ákveðin þátt og síðan auðvitað líka allir launþegar sem taka á sig einhverja prósentu. En ef ríki kemur ekki hérna inn með eitthvað, að þá mun launafólki þurfa að sækja alla kjaraskerðinguna sem hefur orðið fyrir til hækkari launa. Já, sko, þú lifir ekki í dag á kjarabótunum sem kom í fyrra, sko. Nei. Það gengur ekki upp og það að eins og maður heyrði síðan Seðlabankastjórann tala um á þingnefndinni síðustu viku að þeir sem hefðu skuldað hefðu nú fengið mikinn gróða af því að raunvextinu voru neikvæðir. Þú lifir heldur ekki af þeim gróða og þú selur ekki svo auðveldlega eitt herbergi úr íbúðinni til að eiga fyrir áborgunum og ég færði jáfnvel ekki annað greiðslum að jáfnvel þú muni minnka við þig þegar vextinu er komin svona upp. Þannig að mér finnst svolítið ískikilegt hvað það virðist vera lítil sín á hvað þessi gífurlega mikla verðbólga að valda gífurlega miklum skaða á húsnæðiskostnaðinum hjá gífurlega mörgum og vaxandi mörgum. Þannig að það vekur vissan ugg ef að það á að reyna að kæla hagkerfið eða valda ekki þenslu með ríkisútgjöldum með því að styðja ekki fólk til þess hreinlega að lifa af í gegnum verðbólgu stormin sem ekkert minni stormur en COVID-stormurinn. Herðu, Ásgeir, takk fyrir að koma hingað og taka þátt í hvað við kallum þetta, hagfræði kastljósgagnrýni. Varðandi það að við erum nú að horfa svona á kastljósið. Já. Og það svolítið athyglisvert þetta viðtal að hérna þú segir að það ætti einhver blaðamaður að fara og staðreynd að tékka það, að hann leggur fram alveg ótrúlegt magn ef maður myndi sko setja þetta upp í línur og þá þetta er svo mikið sem hann að reyna að koma að og maður velti fyrir sem maður að horfa á þetta, hann hlýtur að bara fengið spurningarna fyrirfram og að æft þetta. Hvað tilfinningu hafið þú fyrir þessu? Að því að raunverulega kemur engin spurningum á óvart og það eru allar svona, öll svörin eru svona merti, hann að tróða alls konar svona upplýsingum inn í þar. Það sumuleyti var þetta eins og einhver svona leikrit bara. En fína spurningar. Já, mér fannst Bergsveinn vera með mjög góða spurningar og mér fannst þetta miklu áhugaverðara viðtali heldur en síðasta viðtali þegar hann var... Það var að rífast við Sigurdóttur. Já, formann blaðamannafélagsins. Nei, og ég náttúrulega veit að vinnan við fjármálaáætlun á fullu gangi núna. Það þarf að leggja hana fram í lok mars fyrir 1. apríl. Þannig að það verið það þessi nýja umgjörð og ég var alltaf að vinna við það síðustu 6 ár að lesa þá áætlun og gagnrýna hana. Þannig að það verður
mikilvægt plagg þegar það kemur fram núna í lok mars eða í byrjun 1. apríl síðastlagi. Þannig að hann bara með þetta vel á taktinunum því það greinilega verið að vinna í þessu fullu en Bergsveinn var vel undirbúin. Ég vona RÚV leyfið að þið byrtið svona klippunar úr því á YouTube það var ekki tilkynnt en þetta var skemmtilega æfing að fara svona yfir. Ég vona að þetta hafi verið gagnlegt fyrir áhorfendur. Ég hafði gaman að því og tristi því að sé ykkur að núti sem hafi haft líka gaman að því. En núna ætlum við raunverulega að halda áfram að tala sama mál og enda kannski í framhald af því sem að Ásgeir Brynjar var að segja áður en að ég fór að spurja hann uppsetninguna á viðtali sem voru húsnæðismálin og ég tók nefnilega fyrir í dag viðtal við Ólaf Margeirsson, hagfræðing verðbólguna og annað slíkt og hann sérfræðingur í húsnæðismálum og það kemur fram svona hans sýn á verðbólguna og hvaða leiðir eru til þess að vinna á henni og það ætti kannski ekki koma fólki óvart að það húsnæðismál. Ólafur Margeirsson eftir augnablik. Það verðbólgan og efnahagsstjórn landsins ekki að virka. Þetta orðin til hér verðbólga og til að halda áfram að ræða þetta þá komin á línuna Ólafur Margeirsson sem í Sviss. Vertu velkomin Ólafur. Takk fyrir það. Það eiginlega bara fyrsta spurningin af hverju verðbólgan að aukast og hvaðan kemur hún? Hún ég ætla að svara fyrst spurningunni hvaðan hún kemur. Hún kemur allstaðar frá. Ég man ekki nákvæmlega hvað talan á hvort það sé 70% eða 80% af vörum og þjónustu sem eru í körfunni sem notuð til þess að mæla verðbólgu. 70-80% af þessum vörum eru með meiri verðbólgu heldur en eða þau hafa hækkað meira en 2,5% síðasta ári. Það hlutfallið sé í kringum 30-40% þegar kemur að vörum sem hafa hækkað 10% eða meira. Og akkurat núna, þá ef þú horfir, þetta svolítið tricky upp á það að skilja hvað í rauninni að gerast fyrir meira en ári síðan eða fyrir ári síðan og síðan það sem að gerast í dag. Og það ennþá inni í ársverðbólgunni, það hækkunin á fasteignaverði. Því að fasteignaverð hækkaði mikið fyrir ári síðan eða tæplega ári síðan. Núna aftur á móti fasteignaverð byrjað að lækka. Þannig að til skamstíma nýja þróunin ekki vegna fasteignaverðs. Nýja þróunin meðal annars út af opinberum gjöldum, það matvæli, það eru drykkir, það eru drykkjavörur og svo framvegis. Og í auknum mæli erum við byrjuð að flytja inn verðbólgu frá Evrópu. Ekki sérstaklega vegna þess að krónan hefur verið að veikast svo mikið eins og venjulega vandamáli þegar við flytjum inn verðbólgu, heldur vegna þess að verðbólga í evrulöndunum og í Evrópu svo há líka. Þannig að við erum að flytja inn þessa verðbólgu á sama tíma. Þannig að í mjög stuttu máli þá kemur hún allstaðar frá og hún að aukast vegna þess að við erum hægt núna að sjá hækkanir á fasteignaverði sem aðal drifkraftinn á verðbólgu yfir í það að þetta eru meira hækkanir á til dæmis bara daglegri vöru og þjónustu. En orsökin? Hún margfald. Í rauninni má horfa á hana sem svona margar mismunandi umferðir. Og fyrsta umferðin í rauninni skortur á húsnæði. Það ekki byggt nægilega mikið. Þar með endar leiguverð og fasteignaverð á því að hækka á sama tíma, sérstaklega upp úr 2020 eða 2021 og fram í rauninni árslok 2022 þá var fasteignaverð að hækka ekki bara vegna þess að það var skortur á því, það vantaði íbúðir fyrir fólk sem býr í landinu, heldur líka vegna þess að sérstaklega bankarnir voru að búa til nýja lán og þar með nýja peninga sem voru meðal annars notaði til þess að kaupa íbúðir og til þess að einhverju leyti endur fjármagna eldri lán. Það sem það gerist einfallega þannig að
þessi aukna lánveiting, hún endar á því að hækka fasteignaverð. Þetta eru fyrsta umfyrir áhrifin. Svo koma önnur umfyrir áhrifin. Þess að þegar leiguverð og fasteignaverð hefur hækkað, þá skiljanlega kemur fram aukin launakrafa hjá verkalýðsfélögum. Sú aukna launakrafa endar í hærri nafnlaunum og að einhverju leyti enda þessi hærri nafnlaun að því að ýta verðbólgu upp á við þegar framleiðslukostnaður og vöru og þjónustu hækkar á sama tíma. Svo í þriðja lagi ákváðu Rússar að ráðast enn meira inn í Úkraínu. Þeir eru búin að vera þar núna í 9 ár og núna ákváðu þeir að stíga á bensíngjöfina varðandi það að ráðast ennþá meira inn í Úkraínu. Það olli verðhækkunum á olíu til dæmis, orkuverði, sem síðan, sérstaklega í Evrópu, þróast yfir í það að það er hærri framleiðslukostnaður á öllu því sem Evrópa er að framleiða. Og þar með hækkar verð og að verð á vöru og þjónustu í Evrópu sem síðan er flutt inn til Íslands á sama tíma. Svo í fjórða lagi, þá er þetta líka endurinn á COVID vandamálunum sem urðu vegna þess að við slökktum á verksmiðjum hér og þar út allan heim sem síðan olli töfum á framleiðslu og svo framvegis niður aðfangakeðjuna alla. En þau áhrif eru nú líklega að mestu leyti dáin út núna. Þú nefnir ekki halla á ríkissjóði í hagvexti og fullri atvinnu og bullandi verðbólgu. Já, ekki svakalega. Ég horfi náttúrulega, það hjálpar ekki til, en ég sé meira upp á það að ríkissjóður hafi hækkað opinber gjöld sem fer beint inn í verð á vöru og þjónustu sem beinari og sem sagt mun meiri áhrif heldur en það að ríkissjóður hafi verið með rekin á ákveðnum halla. Ég sé meiri áhrif sem dæmi af því að bankarnir hafi aukið lánaveitingar sínar innan fasteignamarkaðinn heldur en hallareksturinn á ríkissjóði sem drifkraft verðbólgu í dag. Þess að aukin lán á COVID-tímanum sem að hækkaði fasteignaverðið á sínum tíma. Og fram undir byrjunin á 2022. Herðu, þú nefnir svona ýmsar orsakir og þá er það hvað ber að gera. Eina sem okkur er kynnt að er gert til þess að vinna á verðbólgunni er að Seðlabankinn hækkar vexti. Dugar það til þess að slökkva þessa elda? Að lokum, já, en það er kostnaður á bak við það og mun meiri kostnaður heldur en skynsamlegt að fara út í sérstaklega ef það er hægt að gera eitthvað annað og fleira. Hver er kostnaðurinn? Hver er kostnaðurinn? Það er fyrst og fremst til dæmis það að þú leysir ekki undirliggjandi vandamálið sem er skortur á íbúðum. Augljóslega það sem gerist núna cirka 2024, 2025 það bil er að það verður minni íbúða fjárfesting heldur en í dag og hefur verið síðasta árið það bil vegna tveggja ástæðna. Í fyrsta lagi þá ýtir vaxtahækkun Seðlabankans undir það að byggingakostnaður hækkar vegna þess að byggingaraðilar, þeir oftast nær þurfa að taka lán til að byggja, hærri lánskostnaður, hærri byggingakostnaður og svo framvegis. Á sama tíma er vaxtahækkunin líka að þrýsta fasteignaverðin niður sem minnkar hvatan til þess að byggja. Þar með augljóslega þá endar það á því að það verður minna íbúðafjárfestingu næstu eftir það bil ár þá verður myndi ég rekna með talsvert minna íbúðafjárfestingu heldur en í dag eða fyrir 3 eða 6 mánuðin síðan. En á sama tíma þá náttúrulega Seðlabankinn að ná að berja niður verðbólgu, en hann er að berja niður verðbólgu með því að kæla hagkerfið allt saman niður í kreppu. Og það er ekki það sem okkur vantar. Það sem vantar er íbúðir. Það sem vantar er að mæta grundvallar skortinum á húsnæði sem er grundvallar krafturinn af því að til dæmis þrýstingur á nafnlaun er jafn hár og eins og hann er. Eða heldur verðbólgu niðri eða verðlagi á leigu og fasteignaveðri niðri þá sjálfkrafa ertu að minnka afleitu áhrifin niður alla aðfangakeðjuna.
Svo á sama tíma þá ríkisstjórnin ekki að gera neina, ríkisstjórnin ekki að hjálpa til með því að hækka opinber gjöld á vöru og þjónustu á sama tíma. Það sem að þú myndir vilja gera, þú myndir vilja hækka vexti býst við, en ekki nota það sem eina tækið og þú myndir vilja byggja húsnæði. Gera stór átak í því að svara þörf fyrir aukið húsnæði. Er þetta það eina? Er það til þess að kveða niður verðbólgu að byggja húsnæði eða er eitthvað meira sem þú myndir vilja gera? Það er nokkur atriði. Ég er ekki viss um að ég myndi hækka vexti, ég heldur þvert á móti myndi ég líklega lækka þá eftir að ég væri búin að takmarka framboð af verðtryggðum lánum. Ég myndi mjög væntanlega væri til dæmis mun áhrifaríkara fyrir Seðlabankann ef hann vill virkilega hafa áhrif á eftirspurnina eftir fasteignalánum að takmarka mjög verulega, og þá erum við að tala kannski bara að leyfa fyrstu fasteignakaupendum að taka verðtryggð lán sem dæmi upp að ákveðnu lágu marki. En Ólafur, að því að þú segir þetta, þeir sem að keyptu fyrir 2 árum á breytilegum vöxtum óverðtryggt lán og eru að kapna núna yfir og hækka kannski upp í 125 eða 125.000 krónur greiðslubyrðin á mánuði. Það fólk hefur ekkert annað að gera heldur en að flýja yfir í verðtryggðu lánin og þú ert að leggja til að það verði bannað. Þess vegna er ég að segja að það verði lækka vexti á sama tíma. Ok, þannig að þú ert ekki að mæla með að Seðlabankinn hækki vexti 22. mars eins og að öllu líkindum hann mun gera? Nei, ég myndi ekki gera það sem dæmi. En sama tíma verður líka áttaði á því að þú verður að sjá til þess að bitið í stýrivöxtum sé að virka. Og til þess að bitið sé til staðar verður að takmarka verðtrygginguna. Og ef þú takmarka verðtryggingu, þá verður að passa á því að þá er bitið orðið of mikið. Þá verður að lækka vexti á sama tíma. Þannig að það er nummer 1. Okay. Á sama tíma ætti Seðlabankinn að þrýsta á það að bankar myndu lána meira til fasteigna byggingar heldur en fasteigna kaup. Það er nummer 2. Í þriðja lagi ekki til kaupa á gömlum eignum heldur til þess að búa til nýjar. Rétt, nákvæmlega. Og sem dæmi, það mætti kannski koma því þannig fyrir til þess að mæta svona vandamálinu eða mætast miðri leið. Kannski mætti að hafa það þannig að þú mætti taka verðtryggt lán ef þú finnur eign sem hefur verið nýbyggð. Leysum það þannig. Þriðja lagi mætti ríkisstjórnin lækka tolla á sérstaklega byggingavörum, einnig vörum sem eru að hækka í verði og eru notaðar til þess að byggja upp til dæmis bætta orkuframleiðslu og aukna orkuframleiðslu á Íslandi. Það er enn þann dag í dag er vandamál að bensín- og olíukostnaður, hann fer beint út í verðlag. Reynum endilega að draga sem mest úr olíu- og bensínneyslu á Íslandi. Hvernig er það gert? Þú verður til dæmis að ýta undir það að sé meira af hleðslustöðum, lækka tolla á innfluttum rafbílum sem dæmi, leyfa fólki að setja upp hitadælur, það er að segja varmadælur heima hjá sér til að draga úr orkukostnaði og svo framvegis. Felldu niður til dæmis tolla á öllum varmadælum. Sjáðu hvað gerist. Í þriðja lagi þá mætti augljóslega líka lækka virðisaukaskatt sérstaklega á matvæli. Það mætti sérstaklega ýta virðisaukaskatt á íslensk matvæli niður á við. Á sama tíma ertu þá að draga úr verðbólgu þar vegna þess að einfaldlega kostnaðurinn út úr búð hann lækkar. Og á sama tíma ertu að ýta undir það að sé meira af matvælaframleiðslu á Íslandi. Við erum að tala bjór, við erum að tala áfengi almennt, við erum að tala grænmeti og svo framvegis. Þannig að það er fullt hægt að gera, annað heldur en að hækka stýrivexti. Það mætti líka sem dæmi. Það mætti ráðast beint á skortin á húsnæði með því að fá sveitarfélög og hið opinbera, þess að ríkissjóð líka til þess einfaldlega að fjármagna beint í staðinn fyrir sem dæmi að hækka leigu eða húsnæðisbætur. Frekar ætti að byggja meira. Ef ríkissjóður ætlar á annað borð að hjálpa fólki við að halda húsnæðiskostnaði niðri, þá á ríkissjóður ekki að gera það
með því að borga leigu og húsnæðisbætur. Ríkissjóður á að gera það með því að byggja meira og sjá til þess að kostnaður og kostnaði sé haldið niðri í gegnum framboðið en ekki með því að niðurgreiða það. Það eina sem gerist í markaðinum í dag, ef þú hækkar leigu og húsnæðisbætur kannski 20-30%, hann fyrir beint inn í gegnum vasan hjá leigutakanum og beint inn í vasan hjá leigusalum. Ríkið auðvitað niðurgreiða okurleigu í staðin fyrir að byggja upp húsnæði til þess að stuðla á því að leiga lækki. Vandamálið framboð og þú leysir ekki framboðsvanda með því að ýta undir eftirspurnarhliðina. Ok, en þú ert ekki með tillögur eins og margir hafa verið með í þessari viku að það þurfi að vinna á hallarekstri ríkissjóðs með því að leggja á bankaskatt, auka skattheimtu hjá þeim sem að eru aflögufærir, meðal annars til þess að afla fjár til þess að greiða þeim sem að verða fyrir mestu áföllunum út af verðbólgunni og kjaraskerðingunni sem henni fylgir. Nei, ég held sem dæmi að það veri mun meiri og áhrifaríkari leið að draga á verðbólgu með því sem dæmi ef ríkissjóður myndi nota sín eigin útgjöld og peningamyndunina sem á sér stað þegar ríkissjóður borgar fyrir eitthvað með því að framleiða og fjárfesta í því að byggja húsnæði. Okay. Ef vandamálið skortur á fasteignum, þá leysir ekki verðbólguvanda í hagkerfinu án þess að búa til kreppu með öðrum leiðum heldur en að ýta undir framboðið. Punktur. Ef sem dæmi ríkissjóðurinn myndi núna keyra sig að nulli, nokkurn veginn örugt að hagkerfið fari í kreppu. Þú lýsir stöðuna húsnæðismarkanum sem eiginlega svona orsök efnahagslegra erfiðleika samfélagsins. Það svo að ef Íslendingar hafa bara klikkað stórlega í einhverju, að þá var það í húsnæðisstefnunni, húsnæðiskerfinu? Já, ég varaði við séreignarstefnunni fyrir 5 árum síðan. Þegar ég var með fyrirlestur á vegum Eflingar það hvernig mætti byggja upp og breyta kerfinu þannig að það ætti að byggja til þess að leigja. Þá sérstaklega var ég með lífeyrissjóðina í huga. Ég held mig við þá skoðun áfram. Vandamálið á Íslandi að hluta til of mikil áhersla á séreignarstefnu. Séreignarstefnan hún sér ekki til þess að sé nægilega mikið framboð af fasteignum. Þannig að það augljóslega það sem gerist. Ef þú ert með hóp af fólki í hagkerfinu, kjósendur, sem eru eigendur af íbúðarhúsnæði, augljóslega það sem gerist að þessi hópur, hann vill ekki að það sé of mikið af framboði af íbúðarhúsnæði, vegna þess að það sér til þess að fasteignaverðið haldið uppi. En þegar tíminn líður og heldur áfram, þá endar fasteignaskorturinn á því að það órói á vinnumarkaði, það aukin verðbólga og þú einfaldlega endar á því að þú leysir ekki vandamálið með því að ýta undir séreignarstefnu. Þú verður að ýta undir framboð. Þannig að húsnæðismálin, slæma staða sem á þeim, getur af sér hærri launakröfur og óróleika á vinnumarkaði, býr til verðbólguna og eiginlega svona orsök efnahags erfiðleika okkar á Íslandi. Býr til óstöðuleika á fjármagnsmarkaði líka, vegna þess að stýrivextir þeir breytast of hratt. Býr til fjármálegan óstöðulega líka, vegna þess að það ýtt undir það að sér lánað til þess að eiga, frekar heldur en að lána til að byggja. Þannig að því miður það á það stórun hluta og ýtir einmitt kerfið eins og það í dag, það ýtir undir þá útkomu á kerfinu að það óstöðuleiki frekar heldur en stöðuleiki. Ólafur, frábært að fá þitt teik á verðbólgunni sem búið að vera aðalumræðuefni hérna við Rauðaborðið og í íslensku samfélagi í þessari viku. Takk hérlega. Við heilsum öllum í Sviss eins og sagtir. Takk, sem leiðis. Og við ætlum að vinda okkar kvæði í kross, við ætlum að fara að tala sögukennslu í skólum eftir augnablik. Já, við ætlum að tala söguna og sögukennslu. Sagnfræðingafélagið var með ráðstefnu í vikunni og
sögukennslu í skólum og eru komnar hingað 2 til þess að ræða þetta við mig. Auður Þóra Björgulsdóttir sem formaður félags sögukennara í framhaldsskólum og Súsanna Margrét Gestsdóttir sem lektor í menntavísindasviði háskólans. Herðu, ekki allt í lagi með sögukennslu í skólum? Jú, það allt í lagi með hana. Það bara ekki nógu mikið af henni. Það snérist nú málþingið á þriðjudagskvöldið. Á hverju vantar meira af henni? Hún hefur náttúrulega bara horfið mikið til á liðnum árum. Og annars vegar sjáum við hvernig staðan í grunnskólanum. Það sem að ekkert í neinni stundaskrá sem heitir saga því hún hluti af samfélagsgreinum og samfélagsgreinar hafa rúmlega 11% af kennslumagni skóla samkvæmt viðmiðun og stundaskrá og ná yfir ótal fög og saga aðeins eitt af þeim og hin eru landafræði og félagsfræði og trúarbragðafræði og lífsleikni og guð veit hvað. Og svo lítum við til framhaldsskólana þar sem að saga hefur víða horfið af ákveðnum námsbrautum í sumum skólum eftir að nám til stúdentsprófs var stytt í 3 ár sem komst endanlega til framkvæmda 2016. Hafði þá verið í lögum 8 ár á undan. Auður, sér þú nógu langt aftur til þess að geta fundið það að nemendurnir sem kom upp í framhaldsskóla hafi minni sögubakgrunn á baku sig? Já, ég nú búin að kenna í tæp 16 ár og maður spyr alltaf nemendur. Þú sér þetta á 16 árum að þetta hröknar? Já, ég finn það alveg. Og maður spyr auðvitað alltaf nemendur, það alltaf fyrsta sem ég geri þegar þeir eru að byrja hjá okkur á fyrsta ári, hversu mikla, eða svona, hvað munuðu eftir að hafa lært í grunnskólum sögu, auðvitað munuðu ekki allt eðlilega, en maður heyrir að það er rosalega mismunandi eftir hvað skólum nemendur koma úr, hvað mikla sögukennslu þau hafa fengið og auðvitað það líka bara því að kennararnir sem að kenna samfélagsgreinar eru líka með mjög mismunandi menntun og leggja þá kannski meiri áherslu á sína faggrein eða eitthvað svoleiðis en auðvitað er líka ætlað að kenna svo margt og þannig að já, ég finn fyrir þessu því miður. En af hverju er þetta mikilvægt? Af hverju er mikilvægt að kenna sögu? Þarf maður að hafa sögurskilning, vita hvað maður stattur í einhverju sögu? Já, mér finnst það eiginlega að maður ekki þurfa að vera rökstiga það. Mér finnst það eiginlega hálf kjánalegt að við séum hérna í dag og séum einhvern veginn að reyna að réttlæta það að kenna sögu. Af því að manni finnst það eitthvað svo sjálfsagt. Ég meina, bara til dæmis ég kenni kvennaskólanum og kvennaskólan á sér mjög langa sögu. Og þegar kvennaskólinn var stofnaður, þá var það eina greinunum sem að stelpunum var strax kent og það var nú meiri segja Páll Melsteð sem var maður Þóru Melsteð sem þau stofnuðu skólan saman. Hann kenti sögu bara í sjálfboðavinnu í kvennaskólanum af því að þeim þótti þetta svo mikilvægt. Svo fór hann yfir í MR og kenti ekki að greiðslu og þannig að sagan hefur alltaf verið mikilvæg og hún er ekkit minna mikilvæg fyrir okkur í dag. Hún er kannski bara ennþá mikilvægari fyrir okkur. Bara því að við sjáum hvernig við erum að misnota söguna í kringum okkur og það er svo margt. Við höfum bara gott að læra sögu. Öll. En svo svona ef að það er að saga sér mikilvæg, að þá eru þeir sem þau sem að stýra skólunum, finnst eitthvað annað að vera mikilvægra? Ég stýra skólunum, menntamála yfirvöld eða eitthvað svoleiðis. Hvernig einhverja hluta vegna gerist þetta? Einhverja hluta vegna gerist þetta og nám til stúdentsprófs var stytt á sínum tíma að því ég til algjörlega að óþörfu vegna þess að röksemdina það væri mikilvægt að íslenski nemendur getur lokið stúdentspróf á 3 árum eins og nemendur í nágrannalöndum. Sú röksemd er frábær en þetta var möguleiki í næstu því öllum af rúmlega 30 framhaldsskólum landsins og hafði verið síðan 1966 þegar menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður því að langflestir þessara skóla eru áfangaskólar og þar hafa nemendur alltaf haft tækifæri til að gera þetta. En nú stundir og síðustu ára þá hafa straumar og stefnur í menntun lotið að því að láta hlutina ganga hratt og örugglega koma fólki út á vinnumarkaðin og svo framvegis. Aukin framleiðni. Aukin framleiðni að öllu mögulegu tagi, meðal annars framleiðni stúdenta. Og þá er ekkit svigrum fyrir það sem að menn geta ekki auðveldlega mælt gagnið af. En við erum ansi mörg víða heim sem að höfum rætt það í mikilli alvöru hvað það þýði ef að sögu vantar inn í menntun fólks. Og nú ætla ég bara að leyfa mér að hljóma eins dystopísk og mér finnst tilefni til
vegna þess að það hefur bara slæmar afleiðingar ef að fólk þekkir ekki samhengi hlutana, heldur að allt sé glænýtt, allt sé auðkeypt og svo framvegis og þetta sjáum við náttúrulega með eigin augum í okkar eigin samtíma. Það er í fréttunum, það er eiginlega allt orðið fordæmalaust eins og fólk muni bara ekki neitt aftur fyrir síðustu áramót. Akkurat, og hvernig á að vera hægt að skilja eitthvað eins og ferla flóttamanna í heiminum eða stríðið í Úkraínu ef að rætur þess ekki skoðaðar. Verkalýðsbaráttu. Og svo mætti lengi telja vegna að sagan tengist náttúrulega nákvæmlega öllu sem að gerir hana að alveg sérstakri kennslugrein og fyrir mér sko þungvægasta röksemdin fyrir því að það sé nauðsynlegt fyrir fólk að læra sögu, svo að í vönduðu sögunámi þá þjálfuð til dæmis heimildarýni að bera saman hvaðan upplýsingar koma, hvað býr að baki, í hvaða samhengi voru það settar fram, vakti eitthvað fyrir höfundum, að skoða ólík sjónarhorn, sitt sýnist hverjum þó að sameiginlegur kjarni sé og ef að þetta og fleira sem við köllum sögulega hugsun, ef að þetta nýtist ekki borgurum samtímans við að rýna í fréttir og skilja heiminn í kringu sig, þá veit ég ekki hvað. Nei. Og engin kennslugrein getur höndlað þetta á sama hátt eins og saga. Nei. En ef þetta er svona, að þau sem að taka ákvarðanir sem að leiða til þess að það dreigið úr sögunámi, það er fólki sem lærði sögu meira, en það vissulega metur þann ekki. Nei, kannski er líka mjög svona stutt munni eða eða er það eitthvað í samtímanum það sem að bara við leggjum minna upp úr sögu. Það er stundu sagt svona með nútíman að tilfinninga við séum að lifa árið 0 endalaust. Já, ég held samt reyndar að margir haldi líka að nemendur fái miklu meiri kennslu í sögu í grunnskóla en þeir í raun fá. Já. Ég held líka að það sé mikill svona misskilningur þar og meiri segja svona, að þau halda svolítið, að margir halda grunnskólinn sem svolítið búin að afgreiða þetta, nemendur sem búin að læra sögu kannski í 10 ár og af hverju þá að vera að kenna þeim svona mikla sögu í framhaldsskóla, en það er bara ekki þannig. Og ég meina sumt í sögunámi er líka þess eðlis að fólk þarf að hafa ákveðin þroska bara til þess að geta tekist á við það. Þannig að það er ekki hægt að kenna allt bara í grunnskóla heldur, þó svo að veri gert. Þegar ég var í skóla, sem langt síðan, þá lærði við náttúrulega með þess að biblíusögur, Já. Og þær voru nú bara eins og drottin hafi fært okkur þar, bara engin efi það. Íslandssagan var svona meir og minna inntak sjálfstæðisbaráttunar, við vorum frábær, svo mistum við aðeins þráðinn, náðum aftur og erum bara honum góð. Mangisagan var líka svona dýrðaróður til eiginlega Vesturlanda, svona framþróun, tækni og hugmynda og hvernig var hægt að byggja upp og ég held að við svona endaði í svona Sameinuðu þjóðakaflanum, hvernig væri svona alheimskerfinu var sett á. Þetta er allt svona einfaldi söguþráðir sem að fólk kaupir kannski ekki í dag. Er hægt að búa til söguefni sem ekki mun bara valda svona pólitískri deilu það hvernig sagan ætti að vera. Þarna ertu náttúrulega komin að því að engin námsgrein er eldfimari heldur en saga og hún hefur alltaf verið notuð í pólitískum tilgangi. Allavega ég var lamin með þessum sögum sem við vorum að lýsa. Akkurat. Og þarna ert þú náttúrulega að upplifa hreinlega arfleið sjálfstæðisbaráttunar, þar sem að það hefur eflaust skipt mjög miklu máli fyrir örþjóð að geta hort aftur til einhverja meintrar gullaldar og nýtt sér hana. En einhvern tímann hljótu við nú að þurfa að þroskast upp úr því. En það sem að hefur gerst á síðari árum er auðvitað bæði það að við erum að taka fleiri sjónarhorn inn í sögukennslu, sjónarhorn fólks af erlendum uppruna sem býr hér, hinsegin sögu, umhverfissögu og svo mætti lengi telja. En líka það þegar að við erum að velta fyrir okkur hvernig standi á því að það hefur dregið úr sögukennslu, að það hefur líka hreinlega fjölgað viðfangsefnum nemenda og þegar að farið er að tala alls konar ný viðfangsefni sem að verða einhvern veginn að fara fram í skólanum eða takast á við í skólanum, þá verður náttúrulega eitthvað undan að láta. Og þess vegna vil ég nú endilega koma því hér að sagan er ekkert eina námsgreini sem best fyrir lífi sínu langt í frá. En við auður teljum náttúrulega að hún sé einstök og hagnýt, þó að margir átti sig kannski ekki á hagnýtu gildinar því það er erfitt að mæla það. Getur munur verið eins og ég er að fyrir 50 árum
þá hefur bara verið meiri friður söguna, þetta bara sagan, en svo þegar sagan verður margbreytilegri, að þá verður bara minni friður hana, getur það verið, að hún svona, að því að raunverulega ætti að vera meiri tími að kenna sko flóknari sögu. Já. Það örugglega eitthvað til í þessu. Þegar það farið að draga inn öll þessi sjónarhorn sem að bara gera hlutina flókna og þegar að við erum ekki lengur bara með eina sögu heldur margar og það hefur náttúrulega, það annað, ef ég má grípa orðið hérna auður. Já, auðvitað. Að á heimsvísu þá hefur fólk líka haft tilhneigingu til að gera söguna ægilega persónulega. Og það sem að mér finnst vera mikilvægt í sögu, það hlýtur að vera alveg jafn mikilvægt eins og það sem að einhverjum öðrum finnst og hvers vegna ætti þetta að standa í kennslubókunum en ekki annað og svo framvegis. En þegar að fólk lærir sögu, þá kemst það að því að hún fræðigrein sem að lítur ströngum lögmálum og til dæmis sögulegt mikilvægi, það ákvarðast ekki af persónulegum smekk, ekki frekar en fréttagildi, atburða og svo framvegis. Og þetta lærist bara í sögu, komum við aftur að því. En þá þarf það að fá sögukenslu. Já, vandaða sögukenslu. Sem snýst meira en bara að safna staðrendum og þekkingum og geta staðið sér vel í borðspilum eða getur betur. Sundu finnst manni, þegar maður hlustar á svona almenn umræðu, að það hafa voruð svona skil á söguskilningi. Að maður reynir að fylgjast með það sem að sagnfræðingar að endur með Íslandssöguna, linnulaust og eitthvað svona. En það eins og það rannsóknir sko rat ekki inn í svona almenna sögu eða söguskilning. Og svo þegar maður hlustar á stjórnmálamenn sem að vísa í þetta eða söguskilning. Og svo þegar maður hlustar á stjórnmálamenn sem að vísa í þetta því að stjórnmálar eru sömuleyti byggð á því að þú þarft að vera staðsett einhvers staðar í sögunni til þess að geta sko höfða, þau getur ekki talað við hópinn nema að sé svona hugmyndum að við séum einhvern veginn í sömu sögunni. Að þá hugsaði maður stundum bara bara þetta eitthvað bara frá 1940 eitthvað, þú veist þetta sem verið að bjóða mann upp á sögu átökin. Getur þetta verið eina hættunum þess að við ef að sagan gefur eftir? Ég veit það ekki, en það þyrfti nú kannski að koma út nýjar kennslubækur til að nýjustu hugmyndar í sagnfræði getur skilað sér allavega inn í kennslubækurnar, það væri kannski ágætt spyrjun. Það vantar það? Það vantar alveg algjörlega, já. Og hvað verið að kenna? Hvað svona bækur þú að kenna? Ég að kenna bækur sem að eru Gunnar Karlsson? Nei, ekki reyndar, en það verið að kenna bækur eftir hann og bara, já. En þær eru kannski hvað gamlar. Ég var með bókina, eða bækurnar sem ég að kenna, var ég með í framhaldsskóla. Þannig að kannski segja það hafi ekki komið út bækur á framhaldsskólastígi í rúm 20 ár. Í rúm 20 ár, já. Frá því í kringum 2000. Það allar að koma, það sem verið að nota núna að koma út svona í kringum 2000 og aðeins fyrir 2000 og svo reyndar bara svo komið fram, það kom út bók árið 2020, svona vefbók, en það var sem sagt í raun og veru endur útgáfa af einni þessara bóka og með svona smá viðbótum. En ekkert alveg svona nýtt efni, það sem bara ráðist í að skrifa sögubók frá grunni. Og það þarf að gera það? Það þarf að gera það. Bara margar sko helst. Þegar tími hreyfist að þá breytir sagan. Það ekki þannig að saga sé bara... Sagan ekki fasti, óumbreytanlegur og hver tími og hver kynslóð þarnast sinna sögu. Það nú bara þannig. Og 20 ára fresti? 10 ára fresti? Lágmark. En við erum ekki að tala um að það þurfa að skrifa yfirlitsbækur í sögu á nokkur ára fresti en að taka fyrir málefni frá kannski nýjum og áhugaverðum sjónarhornum eða með einhverjum vinklum sem að svona brenna á samtímanum til að nemendur geti betur tengt við hvað ræðir. Já, og líka bara bækurnar séu svona svolítið, hvað ég segja, aðlaðandi. Mér finnst það líka skipta máli. Þú veist, að nemandinn fái bókina í höndina, eða bara taki bókina og langi til að opna hana og lesa hana, því að það séu góðar myndir og bókin sé svona sett fram á skýran og aðlaðandi hátt. Og ég ekki að tala um að þurfa að vera bók í gamla bókarforminu, það má vera vefbók, en þetta skiptir bara rosalega miklu máli. Við vitum það. Og krakkarnir sem að finna það eiginlega á lyktina að þetta sé úrelt. Já. Ónleikurinn minn segir alltaf, sko, þetta ekki bara eitthvað 1900? Það svona, það sé eitthvað bara gammalt sem að... Já, og þar með þarf ekki að ræða. Hún ekki áhuga því. Nei, akkurat. Hún þetta svo óeppin að eiga gamla foreldran og notar þetta svolítið til að kúa okkur. Það segir þetta ekki bara eitthvað 1900? Já, einmitt. En það þarf að endurnýja þetta. Ok, stundum það sagt að skóli, eitt af hlutverku skólans að þjálfa fólk upp í að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Það í námskráni, mjög skýrt.
og það er þá, þarf maður að umgangast fólk af ólíkum kynjum og uppruna og alls konar. En það ætti þá líka að vera nauðsynlegt að sögukennslan sé einhvern veginn í takt við það samfélag sem maður er að koma út í. Maður gengur ekki að maður komi út með söguskilning 30 ára gamlan. Þá er maður ekki góður í lýðræðislegum samfélagi. Allt skólastarf á Íslandi, samkvæmt námskrám, hvílir á 6 stoðum, grunnstoðum menntunar, og það er alveg sama hvort að við erum að tala um leikskóla eða háskóla. Allstaðar eiga þessar 6 grunnstoðir að koma til skjalana, og þetta eru fyrirbæri eins og jafnrétti, sköpun, sjálfbærni og svo framvegis. Og okkur finnst einmitt hvergi upplagðara að fjalla þessi málefni eða taka þau með í reikningin heldur en í sögu. Þannig að sagan er feikilega hagnýtt þegar að betur að gáð. Þú nefndir áðan að það væri fleiri fög sem hefðu verið svona dregið úr. Hvað eins og hvað? Ætli það sé ekki bara hugvísindafögin yfir höfuð og jafnvel tungumálin sem að kemur mörgum á óvart að tungumálakennsla hefur dregist gríðarlega mikið saman í skólum og einhvern veginn mikil svona tilfinning fyrir því að enskan sé bara það sem dugir. Þannig að fólk lærir ensku og dönsku náttúrulega í skyldunámi og svo til skamstíma hefur verið að ræða 3. mál og vægi þessa 3. máls það fer sífellt, svona dregur sífellt úr því og fjölbreytnin minnkar hvað er í boði þar. Tungumálin eru samt betur sett en til dæmis við að þau geta minnstakosti útvegað bækur að því að efnið er náttúrulega, það gefnar út bækur í þýsku eða sem sagt til þýskukennslu bara fyrir alþjóðlega markað til dæmis. Þannig að þau eru ekki að glíma kannski við sama vandamál og viðvarandi námsefni. Sko, við erum náttúrulega í þessari sérkennilegu stöðu að hver í heiminum mun sinna til dæmis kennslu í Íslandssögu ef að við gerum það ekki. Og svarið er mjög einfalt. Og það er bara ærandi þögn. Já, en svona, ég sem leikmaðurinn að hugsa aftur, það var svona tímabili talað að skóli ætti ekki að vera svona utanbókalærdómur, heldur ætti að vera bara að þjálfa mann upp í leikni og hæfni, getur verið að sagan hafi gefist eftir þar, að það sem hafi litið á hana eins og hún væri að safna staðrindum frekar heldur en hann væri leikni. Eitthvað miskilningur. Ég held að þú hefur alveg sett fingurinn á það þarna að þetta er svona svo ímynd sem að margir hafa af sögunámi en til dæmis mínar rannsóknir leiða eitthvað annað í ljós að það sé eitthvað annað að gerast í sögutímum heldur en bara þetta að safna þekkingu. Og þetta er einmitt. Það er kunna nota söguna, það er náttúrulega aðalatriðið. Það er beitingin og það er það sem ég var að tala um hérna áðan með sjónarhornin og orsakasamhengi og svo framvegis. Þannig er ekkert að nú að segja að googla þetta bara? Nei, það er nefnilega ekki nóg. Þú þarf náttúrulega líka að hafa eitthvað þekkingu og færni til að leggja mat á þær upplýsingar sem þú googlar. Hvað ætlar að fá þá leikni? Ok, þetta er hörna og það er alvarlegt, verðan þetta er mikilvægt og þá er spurningin hvað er bara að gera? Hvað má bjóða ykkur, hvernig við að laga þetta? Ég horfi til kennsluhátta. Það er eiginlega það sem að mér finnst vera lykilatriði og ég held að með kennsluháttunum að þá getum við sem að stöndum á sögukennslu sýnt fram á hversu mikilvæg greinin er. Með því að sýna að nemendur vinni sjálfstæð verkefni, læri að hugsa á gagnrýninn hátt, læri að meta gildi heimilda, skilja önnur sjónarhorn heldur en sitt eigið og fleira og fleira. Vegna þess að þekkingin, hún er til allstaðar og það er mjög auðvelt að nálgast hana, en það er jafnframt stórhættulegt eins og auður er að segja að kunna ekki að leggja mat á hana og gildi hennar. Auður? Þú ert nýri bækur, þú sagðir aðan? Já, þetta er bara margt, ég veit það ekki. Mér finnst þetta er auðvitað bara mjög stór spurning og erfið spurning og auðvitað verður við líka að líta í eigin barm eins og Súsanna Margrét er að tala um. Við höfum örugglega heldur ekki verið nóg góð kannski að bara selja söguna eða eitthvað, við erum kannski svo miklu lúðar bara hérna, sakfræðingarnir. Við erum kannski bara að poppa okkur eitthvað upp, ég veit það ekki, en bara með þú átt að bara tala um að bara auka vægi sögunar bara í umræðunni og bara í samfélaginu. Já, eða sko já. Hugmyndir fólk svo mikilvæg. Svona já, eða vekja að mista kosti athygli og ég held til dæmis að þessar breytingar sem voru gerðar á námskrám skólana, þar sem að sögu var kippt út í sumum skólum af mörgum námsbrautum, að margir hafi bara ekkert gert sig grein fyrir þessu. Það er jú þannig að ráðuneyti þarf að samþykkja námsbrautir í framhaldsskólum
en ég ekkert endilega viss að þeir hafa eitthvað mjög mikið verið að spá í því að þarna bara vantaði alveg sögu. Ég bara ég tel mér nokkuð viss að það mjög margir í samfélaginu gerir sér ekki grein fyrir þessu. Og ég held nú allavega þegar fólk aðeins svona eldist og svona, að þá gerir það sér grein fyrir mikilvægu sögunar. Ekki bara að hafa þessa færni sem við erum að tala heldur líka bara að læra sögu. Það líka við verðum að hafa svona smá þekkingu. Ég veit ekki, mér finnst það skipta máli líka. Við verðum að þekkja svona helstu drætti sögunar. Og við þekkjum það alveg að þar sem að valáfangar, þar sem vel staðið að valáfangum í sögu, þá hafa þeir til dæmis verið feikilega vinsælir og notið mikillar hilli. Það er með krakkarnir sem hafna þessu? Það held ég alls ekki. En með styttingu námstíma til stúdentsprófs, þá er bara miklu minna svigrúm fyrir þetta val. Og svo hugmynd og krafa, hún kom ekki innan úr menntakerfinu? Hún kom frá atvinnulífinu. Og það er mjög áhugavert einmitt að reyna að rýna í heimildur og finna hvar kviknaði þessi umræða. Já, í húsið atvinnulífsins? Hún kviknaði þar. Það er bara það. Og það er engin ennþá ánað með það inn í menntakerfinu þessi ákvörðun? Ekki heyrist mér það. Nei, það kemur mjög oft þegar að vera að ræða og bara kemur þetta upp sem vandamál. Já. Herðu, Súsanna og Auður, kæra þakki fyrir að koma hingað og spjalla aðeins sögu. Takk. Takk fyrir að bjóða okkur. Herðu, og við vindum okkar kvæði í kross og höldum áfram eftir augnablik. Já, við ræddum við Jón Gunnar Ottosson daginn, fyrirverandi forstjóra Náttúrufræðistofnunar, og hann var að draga í efa að skógrækt væri góð til þess að mæta loftslagsvánni. Sagði það að þegar skógar væru ræktaðir að þá væri raunverulega losun fyrstu árin og það geti tekið allt upp í 50 ár fyrir skóginn að fara að gera eitthvað gagn og þá væri kannski Toyota-bifreiðin sem að þú keyptir komin undir græna torfu líka og hafði aldrei verið bætt og jafnvel á tímanum að þegar þú værir að keyra Toyota-bílinn að þá væri skógurinn sem þú keyptir til þess að bæta loftslagið að hann væri raunverulega að gera meiri skaða en ekki ef þú bara ekki gert neitt. Skógræktamenn ekki kannski ánægði með þetta og ég fekk eitt þeirra Gunnlaug Guðjónsson til þess að kíkja til okkar. Gunnlaugur, þú þekkir náttúrulega gagnrýni Jóns Gunnars. Hvað er þetta rétt hjá honum? Nei, þetta erum við ekki sammála því og við skógarkólefni sem er gæðastall fyrir nýskógrækt á að taka á öllu sem að við kemur og tryggja að skógræktin sé unnin af þeim gæðum sem að nauðsynlega eru til að skila þeim árangri sem við viljum fyrir loftslagið og það er náttúrulega þetta að skoða rannsóknir og það sem við höfum rannsakað og það sem við höfum lesið erlendur rannsóknum þá er losun á fyrsta ári örlítið af kolefni, mest af metan og nætursóxid en á öðru og þriðja ári þá mælist þetta ekki neitt og ávinningurinn við það að fara í jarðvinnslu er margfaldur á við þetta litla tap. En Jón Gunnar held í fram að vottunni sem var innanlands að hún stæðist ekki erlenda kröfur og nefndi til dæmis að það var ekki tekið inn í vottunina landið sem var fyrir áður, hvernig hlutinni væru að öllu óbreyttu, það vantaði inn í vottunina. Já, það kemur náttúrulega svolítið óvart sko að hann er alltaf ekki rætt það við mig og staðallinn sem við erum með er algjörlega sambærilegur við erlenda staðla og með þess að hefur verið óskað aðkoma okkar að vinna eins og í Nordic Dialogue og tækniforskriftinn hjá staðlaráði og
og þannig að við teljum okkur nú vita vel hvað við erum að gera. Við miðum við útland karbónkvót og við erum ekkert að fara lengt með það. Við þurfum ekki að finna upp hjólið hérna. Þetta flest öll þessi regluverk og þessi staðlar eru svipaðir. Nú við erum bara að vinna með nýskógrækt, en eins og FCS eða Verified Carbon Standard og Gold Standard eru með miklu yfirgripsmeiri verkefni, alls konar verkefni. En kannski eðli málsins samkvæmt við erum bara í skógrækt og við höfum því bara fókusera á það. En þetta með að landi sem að fyrir áður, og ég held að hann hafi líka tekið dæmi að því að ef við tækjum bara, hvort það nefndi ekki bara Skeiðarársand, að ef að við gerum ekkert, að þá ákveðin kolefnabinding sem á sér stað og ég hef nú bara ferðast þarna og maður séð að það svona, hvað heitir þetta, sjálfsáning sem í gangi, að þetta væri ekki tekið inn í það þegar væri að vera að meta ávinningin af skógræktinni, að það ávinningur sem bara af landi sem látið verið í friði. Já, en nú það þannig að það eiginlega ekkert land látið í friði. Það mest af þessu landi sem við erum að taka undir skógrækti var áður úttægi eða beitilland. Þannig að það held ég sem nú tókmál að tala og náttúrulega frábært að sjá það sem að gera á Skeiðarársandi, en það hefur örugglega þurft mjög sérstakan atburð til að það myndi gerast, til að fræið myndi skila sér út á sandinn frá Bæjarstaðaskógi. Og þannig ég held einfaldlega að við getum ekki treyst á það. Það alveg vita mál að við getum ekki beðið mikið lengur eftir aðgerðum. Við þurfum að byrja og auðvitað þannig að það eru skiptar skoðanir á skógrækt og við erum náttúrulega alveg öndverð með því, það augljóst. Já, þetta gagnrýni hans á að það væri eitthvað að vottunin ykkar og þetta væri verið að svona selja fólki eitthvað tricks sem að kannski virka ekki í reynd? Þetta liður í svona langvarandi baráttu ykkar skógræktarmanna og þeirra sem að vilja leyfa landinu að vera, að skilja eftir móana fyrir mófuglinn og eiga erfitt með að þola útlensk barntré sem tróðið allstaða niður af ykkur? Já, það nú kannski svolítið langt gengið að segja við sem allstaðar að tróða þessu niður, sko, vegna þess að það náttúrulega bara lítill hluti sem af láglendinu sem skógur og okkur mun nú fæstum endast ævinn til að sjá mikla breyting á því, en það náttúrulega spurning líka, landið sé ósnert, það náttúrulega eiginlega ekkert svoleiðis land til, þetta allt, við höfum nýtt landið ótæpilega og það nánast ekkert af Íslandi ósnertan mannavöldum. Það er öfulega mjög illa farið í landið. Akkurat og ég hvort að tréð sig sígrænt eða ekki, sko, það náttúrulega bara, sko, fegurðin býr í auga þessum horfi, sko. En það voru ekki barrtré hér þegar það hafi ekki verið barrtré hér, þetta ekki þannig land? Nei, samt nú Ísland svona, ef við horfum til Skandinavíu og horfum til Kanada, þá erum við svona nokkurn veginn í Boreal-beltinu, sko, og það má náttúrulega færa rök fyrir því að fyrir að síðar hefði einhvern veginn komist barrtré hingað. Þau hafa náttúrulega verið í 120 ár núna og það svona reynsla sem við erum náttúrulega að byggja á. Það þessi frumkvöðlar, en ef við horfum í kringum landið og hugsa 120 ár sem langur tími, þá augljóst að við hefum getað gert talsvert meira og nú tækifæri til þess. Það náttúrulega grunnurinn sá að kolefnið mun kosta.
það ekki núna lengur ókeypis að blása út kolefni. Það verið að setja verð á það og sem sagt William Nordhaus sem að fekk nú Nóbelsverðlaun í hagfræði, hann skrifaði mikið þetta og það annars vegar hægt að verðleggja kolefni með skatti eða þá að hafa viðskipti á markaði. Það getur verið tvenns konar markaðar, þá annarkvort svona opinber markaður sem að ETS markaður Evrópusambandsins eða valkvæður markaður og það er sá markaður sem við erum á og þessin eru reglurnar sprottnar af þeim sem eru á markaðnum og þeir sem borga brúsan og þannig hafa þessar reglur orðið til og ein aðal reglan svo að þetta sé viðbót, að þetta sé ekki ykkur skógur sem hefði hvort vaxið samkvæmt lögum eða ykkur slíku og það bara mjög mikilvægur punktur og skógarkolefni bara nýfarið af stað og það hefur til dæmis verið nefnt við okkur að við séum ekki með gæðastimpil frá ICROA sem International Carbon and Reduction Alliance en málið að útland karbonkót fekk slíkt eftir 10 ár. Við þurfum að samna okkur, við þurfum að gera vel til að þetta gangi, við vitum það. En þeir eru gagnrýndir á leiðinni að skógræktarfólk ekki náttúruverndarfólk á Íslandi, þeir eru náttúrubreytingafólk, breyti náttúrunni. Nei, við erum ekki sammála því. Skógræktin langstæðsti kaupandabyrki á landinu. Og birki svo tegund sem við gróðsetjum mest af. En þetta náttúrulega líka spurning ákveðna hagkvæmni þegar kemur á kolefnisbindingu og sem sagt þau fyrirtæki sem eiga að borga fyrir þetta, þau vilja náttúrulega sjá hagkvæmnina og geta allavega haft valkostin og þegar farið í verkefni í skógarkolefni þá þarf að vanda mjög til undirbúnings og það þarf framkvæmdaleyfi fyrir alla skógrækt þó svo að skógrækt undir 200 hekturum sé í raun undanskilin framkvæmdaleyfi. En við gerum þá ítalegri gröfur heldur en lög kveð á. Herðu Gunnlaugur, við höldum áfram að kannski að velta þessu fyrir okkur á rauðaborðinu með þessu aðferðum sem eru notaðar til þess að svara kröfum kolefnisbindingu og svo kannski líka skógræktina. Þetta eru átakamál í íslensku samfélagi hvort að við eigum að gera risa átak í skógrækt eða ekki. Þú kannast við það, eða ekki Gunnlaugur? Það er ekki friður þetta. Nei, en skógræktin hefur á síðustu 10 árum tvisvar gert könnun meðan almennings þess að láti gera og yfir allt landið og það hefur verið 96% Íslendinga sem eru fylgjandi meiri skógrækt. Og þannig að við teljum okkur að hafa ágæti stuðning og umboð til þess að vinna eins og við höfum verið að gera. Herðu, Gunnlaugur, kæra þakkir og ég vil þakka líka öllum öðrum gestur sem hafa komið hingað að rauðaborðinu í kvöld og ykkur hlustendur sem hafa hlustað. Við athygli á það að þið getið aðstoða okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar. Það gerið þið með því að læka síðurnar bæði á Facebook og á YouTube eða dreifa efninu bæði þáttunum sem þið finnið á YouTube og á síðun okkar samstöð.is. Við erum það líka með fréttasíðu sem ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Þau ykkar sem að vilja styðja uppbyggingu samstöðurinnar geta gengið í Alþýðufélagið og borga þar félagsgjöld sem eins konar áskrift af samstöðinni. Alþýðufélagið eigandi samstöðunar, með því að gera þetta þá eigið þið samstöðina í félagi með öðru fólki. En ég þakka aftur kærlega fyrir mig í kvöld og segi góða nótt.